Komið blessuð og sæl og velkomin í RIGG. Það eru komin fjöguraliða úrslit akkurat núna. Óli, þú komin aftur, þú ert aðeins hressari. Já, ég er bara sjúklega hress, geggjuðu standi og sjúklega peppaði fyrir undan úrslit, fjórðungsúrslit. Já, undan úrslit. Já. Ég kalla þetta fjöguraliða úrslit því að þá svona, ok, það eru fjögurlið eftir í pottinum. Já. Og já, bara, þú ert topp 4 lið á Íslandi ef þú ert komin á þennan stað í mótinu og það er það sem við tölum alltaf um. Það er náttúrulega sjaldnast sem við erum með mót sem að skarast á við hvort annað, þannig að hverju sinni þá erum við að meta liðin sem þetta eru topp 4 lið á Íslandi í dag. Það er bara, við getum ekki metið að öðruvísi. Nei, og bara virkilega spenntur að sjá leikinn sem eru með fyrir framan okkur í kvöld og líka þessu úrslitin og hinuleiknum, sjá hverjir það eru sem er að mætast upp á sviði 25. janúar í Laugardalshöllinni. Stutt í þetta, þetta er bara núna helgina á laugardaginn og allir sem er að horfa ætla að mæta. Ég talaði þetta líka í Fortnite-inu, eða í tengslu við Fortnite. Þetta er okkar tími líka til þess að hjálpa þessum spilurum að fá meira úr þessari reynslu, af því fleiri sem er í salnum, því meira stressandi er að vera hann upp á sviði. Já. Þannig að mætið með læti, mætið með trommur eða eitthvað stöf, fáum alvöru stemmingu. Af því ég man alltaf eftir, ég var ekki að tala við Þorstein F og hann var að referensa Epiclan, skilur það sem ég gengi gegnum þar sem ástæðan fyrir því að þeir gáttu dregið á háskólabíó reynsluna til þess að vinna þann leik. Þannig að ef við viljum að við séum að framleiða spilara hérna á Íslandi sem að geta transitionað yfir í atvinnumannansinn á staðið sér vel upp á sviði á óþægilegu setupi og allt þetta dót, þá þurfum við að búa til pressuna sem býr til demantana hérna heima. Það er nokkuð þannig, búa til anti-kapnara, það er bara þannig. Já. Við kannski fáum upp þessi 4 lið og hverjir eru að fara að mætast í kvöld og núna næsta 5. dag sem að leiðir síðan í þennan allræmda úrslitaleik sem að á sér stað í Laugardalshöll 25. janúar. Það er í kvöld 21. Dusty Kano. Við erum farið Dusty Kano. Við erum ekki búin að horfa á Dusty Kano. Nei, við erum ekki búin að sjá Dusty. Síðan Saga Vega á 5. daginn eftir 2 daga. Það verður úrslitaskemmtilegur leikur líka. Þetta er Dusty með varginum. Þetta er nefnilega Dusty. Ég er ógeðslega spenntur að horfa á að spila. Þú ert náttúrulega búin að, margir vilja meina, Óli, að þú hafir alið upp varginn í CSGO. Já, ég átti part að því. Já. Trúðalestin sá það. Hann alltaf byrjaði í C-liðinu í trúðalestinni. Það var fyrsta tímabili sem hann kefti í 7. deildinni. Já.
Það voru ekki rosalega skemmtilegi leikir fyrir fólk í 7. deild Nei. því að hann var svona það bil 4 sekúndur að muna alla gömlu taktana sína Já. eftir að hann uppfærði úr garðstólnum og keypti sér almennilegan stól til þess að spila en síðan þá er það bara búið að vera upp til hægri og það verður ekkert farið af því að Vargurinn er bara eitt besti og mest aktífasti spilarinn á landinu í dag Já. bara búin að sína, bara snúa klukkunni við skilurðu, og sína aldur bara tala og það er ótrúlega oft að sjá hann spila stundum á hana til að vera sko aðeins of sjálfstörstur hlaupa aðeins of mikið inn í hluti og vera aðeins of viðstöðulaus eins og við segjum Þykka hauskúpu svolítið, þú veist en að sjá hann inn í liði Dusty sem að þá kannski strúktúrasta liði sem að við sjáum á Íslandi hvort að hann fái þá bara eitthvað ákveðið hlutverk og fái að skína í því hlutverki í staðinn fyrir það að vera svolítið drífandi inn í mörgum af þessu liðum hann er með svolítið svona veist, hann er með rosalega góðan CS heila en hann er svolítið með face it execution skilur við, þú veist, hann vill bara fara og rústa þér, þú veist og hann trúir að hann geti rústa þér af því að hann er að rústa bestu spilurum heims á face it, skilur við Já. og hann sjá hann allt í inn í Dusty þar sem hann kannski fær aðeins meiri ramma og þess áttar bara, ég get ekki beðið eftir að sjá hvernig hann stendur sig Já, eins og ég talaði við höfum ekki fengið að sjá Varginn í þessu móti allavega, við erum búin að sjá Varginn núna í nokkrum mótum áður og þarna var alltaf viðlóðin við Ármann, farið síðan set og fór í annan lið sem að endist ekki lengi en núna er komin í Dusty og við skulum kannski bara fá line-upið hjá Dusty upp því að það eru stjörnur í hverju einasta hlutverki Rafleð Þór Vargur, Edison og Pandas og margir að tala það til dæmis að Pandas og Rafle þetta dúo, við vorum með Shine á 15. senstu viku og hann var að tala um að þetta dúo hérna það verður að vera í bestu liðinum á Íslandi því að þeir eru bara eitthvað next level Sammála því og bara 2 leikmenn sem að mér finnst mér finnst svona svolítið þykir vænt þá þú veist, við erum bara fylgjast með þeim vaksa upp á síðustu 6 árum í gegnum þetta kerfi, fara úr því að vera, skilur við, þú veist Ási, Pandas og Hákon, alltaf hjálpa okkur í háskóla bíó og bera einhver borð og eitthvað alltaf sjúklega peppaðir, sjúklega metnaðarfullir viðlóni við senuna og svo bara fast forward nokkur ár, Pandas bara mættur í Dusty, þú veist, skoða tækifæri með skólastyrki og þess áttar skilur við, þú veist, og þetta er bara geggjað að sjá þessa gæja koma upp og ná þessum árangri og ég er alveg sammálaði, mér finnst að þessi 2 bara eigi skilið að vera í toppliðum og ég held að það sé bæði það besta fyrir þá, það besta fyrir liðin af því að þú getur ekstrakta svo mikið af framistöðu úr þessum spilunum og þú getur mótað og hjálpað að byggja það upp líka. Við sáum þegar þú talar náttúrulega Pandas, hann er náttúrulega búin að vera bara alast upp í gerum CS og ég er búin að sjá hann á lönum fyrir 10 árum það sem var bara Polly Rafle, ég man eftir fyrsta skipti sem að hann kom inn í deildina, í fyrstdeildina, hann var í, ég man ekki Fylki eða eitthvað álíka sem að var ekkert það gott lið og margir voru að tala um að þá og ég svona, já ok, við sjáum hvað setur, já hann er bara eitt besti spilar á Íslandi í dag, þetta er bara, þegar maður sér svona kom bara með líkingunum blóm þetta er svona eins og að vöka blómið og síðan bara, þú veist, sprettur þau upp og það er fallegt lítið frakkandi blóm Nákvæmlega máli og það er ástæðan fyrir því að mér þykir svo væntið þá þú veist, mér finnst þetta að vera fræ sem að uksu í ríkri mold, skilur við, þú veist við hefðum alveg geta verið í hináttina, þú veist, við hefðum alveg geta verið að sigla inn í þetta þurrka tímabil sem var í rauninni í rafíþróttum hérna á Íslandi 2018 þar sem einu mótin sem voru haldin bara á árinu var Háringurinn og 2 Íslandsmeistaramót í PUBG 6 ár síðan, hvar eru við í dag? Þú veist, það eru útsendingar inn á hverju einasta kvöldi alla daga vikunar, hverju 7-8 deildir hérna í mismunandi leikjum í gangi, við erum með 8 deildir í Counter-Strike þar sem allir eru að keppa, þú veist, þeir hefðu getað vaxið í miklu fátækari mold en þeir eru að koma hérna upp og ég bind mikla vonir við þessa næstu rísandi kynslóða spilurum hérna á Íslandi og sagði það alltaf frá upphafi líka með Rísi, þetta er 10-15 ára vegferð, skilur við töpuðum á móti Dönum, þú veist, 20-0 í fótbolta í einhver 15 ár ganga til við byrjuðum að geta eitthvað og við erum bara í sömu vegferð núna með rafíþróttirnar og ég held að spólum fram 10 ár í viðbót Ísland er bara að fara að vera eitt af topplöndunum og fólk er að fara að spyrja sér nákvæmlega sömu spurninga og í fótboltanum. Hvernig í fjandanum er þessi litla eyja í Atlantshafinu að búa til world class landslið
úr mannöðunum sem að þau hafa og aðstöðunum sem þeir hafa yfir að búa sko. Sviss gerir svipaðan hluti í fótboltanum allavega karlafótboltanum og þeir uppskori bara frábæra hluti tóku unglega kerfið sín alveg í gegn og áttu bara frábært lið á sín tíma góðir í dag en þá samt sem áður, topp með Tomma ég valdi einn sem að stóð sig ótrúlega vel í liði sem að ég kannski ekki overachievaði en hann bara fór algjörlega fram úr öllu sem ég sá í fraggmótinu og það var með KBJ og það var Edison ég hef talað oft rosalega svona mismunandi hann og margir hafa dæmt mig fyrir það út af því ég vill fá hann sem algjöran top-performer í sínum liði hann er búinn til að vera þessi leikmaður og ég fékk það loksins í fraggmótinu hann var ógeðslega góður og var alls ekki ástæðan fyrir að KBJ tapaði þessari seríu einmitt á móti Dusty og ég meina að sjá hérna KD 1,48 og ADR 95,9 klikkað sko þetta er bara klikkað og þetta er bara í gegnum náttúrulega riggið og það eru 4 upp og allt það en hann er bara ógeðslega góður í CS Já, sko, Edison er einn af þessum leikmunum sem að, þú veist, þegar við erum að koma rísi á stað og allt það, þá er ég ekkert rosalega mikið inn í Counter-Strike-samfélaginu og ég var svolítið að spurja fólk, þú veist, hver er besti spilarinn? Og Edison var nafn sem að kom reglulega upp það var bara, hann er bara á næsta leveli, skilur við hann er stjörnumspilari það var svolítið, sko, Edison, Steppi Koko og Þorsteinn F voru svolítið nöfnin sem voru reglulega komin búr hattinum og sérstaklega svona þegar við vorum komin inn í svona season 3, skilur þá byrjaði, þú veist, hafið að hætta dominita aðeins og svona leikminni þar byrjuðu annarkvort að hætta að spila eða dreifa sér í önnu lið og þá voru þetta nöfnin sem stóðu upp úr og bara virkilega gaman að fylgjast með honum og gaman að sjá hann líka, þú veist, vera píka á þessum tímapunkti það þýðir, það er alltaf eitthvað á bak við það ef að kúrvan fer upp, skilur og mér finnst alltaf geggjað að sjá fólk vera að leggja inn vinnuna, þú veist bara til þess að halda sig konsistent og skila framistuðu. Eitt sem ég langar samt að minnast á, bara út af því að við erum að tala um þessi verðlaun sem er í boði núna 2015 og kemst í úrslitin, sigra þau þá ertu komið með bara miða og Epic LAN út í Bretlandi og fluggisting og miði inn á mótið og keppa eru að fara að sjá ef að Vargur vinnur þá eru 15 eða 16 ár frá því að hann fór seinast út að keppa í Counter-Strike. Þetta er örugglega stærsta gap sem að eru séð. Án gríns og hann myndi örugglega skipa sér í flokk með elstu sigurvegurum á Epic LAN, sko. Já, ef hann teksta. Ef hann teksta, þú veist, og ég held að það væri líka, sko, það væri risa statement. Það væri risa statement fyrir Íslands lið að koma og vinna Epic LAN aftur. Já. Það er svona, sko, gagnvart CS-samfélaginu í Bretlandi, þá er það svona ígildi þess að vinna England í EM, sko. Já, það verður sárt. Þú veist. Það verður sárt. Að því að það þekkja margir til Íslands í Bretlandi. Við erum búin að eyða miklum tíma í Bretlandi. ESA, þarna við erum vel tengdir og við erum að vinna með fólki þarna og fólk er alltaf að horfa til Íslands. Það væri svo geggjað að koma og setja eitt sokk í the UK mouth. Já, ég vil fá Birni sem liðstjóra bara svona fyrir fólkið, sko. Já, hann er bara mættur hérna með breska hreiminn sinn, sko. Þú veist, að útskýra fyrir þeim af hverju við erum bara streitt betri, sko. Það væri geggjað. Andstæðingar þeirra hins vegar, það er Kano. Við sáum Kano í senastu umferð mæta Aurora og það er Pressi, Ruflu, Papo, Topaz og Mozart. Þú kannski horfir á þennan leik en þú mistir á hann í útsendingu en samt sem áður þetta er þrusu skemmtilegt lið að horfa á það sko sumir af leikmönnunum sem við erum búin að horfa á þú náttúrulega horfir á fyrir leikin sem var á móti Venus toppleikur í Counter-Strike það verður að segjast Papo var þar bara algjör fallbyssa við sáum eins og að Mozart stíga töluvert meira upp í senastu seríu hann var ósýnilegur í seríunum sem við listum, sko. Já. Hann var bara þannig og þetta er leikmanni sem að ég verð að fá í gang ef að þeir eiga einhvers konar tilkall í sigurinn á móti Dusty því að þetta er ekki bara elsti leikmanni heldur greinilega virðist hann vera með stærsta þakið akkurat núna. Já, og ég veist geggjað náttúrulega líka bara að ef við pælum í því að þú ert með
hvað var það ekki, Mozart og leikskólabörnin hérna var djókið sko. En þú ert með Mozart með 4 unga efnilega up and coming leikmenn hérna, eru hungraðir, vilja leggja allt í þetta. Þú ert með 2 up and coming leikmenn í Dusty líka, þú veist, hungraðir. Þú ert með 3 hérna til að leiða þá, skilur Dusty megin, með 1 til að leiða þá á hérna Kano megin. Það getur allt gerst, þetta Counter-Strike, náttúrulega ógeðslega erfitt að fara upp á móti Dusty. Það bara, þú veist, það bara það lið sem með hvað mesta strúktúrin, umgjörðina, fjárfestingu í framistöðu í liðinu sínu, fjárfestingu í leikmennunum sínum og það bara mjög erfitt að gera það. En maður veit aldrei hvað ungu krakkarnir gera. Þú veist, hvað ef þeir mæta bara inn á server og bara Ruflu bara með 10 millisekundum fljótara viðbragð en vargur og bara að vinna gunfight, skilur við, þú veist, af því hann bara on, hann bara í flow state, þú veist, er eitthvað svar við því, skilur við, ef þeir eru bara kveiktir og þeir bara vinna gunfights og bara öll taktík sem þú getur púlað út úr hattinum bjargar ekki og getur ekki unni fights. Það er vissulega þannig og þetta hefur oft verið líkt við sko þú getur kallað besta leik lífstíns en það bara hausaðar alltaf þá bara ángríns. Þetta er mjög skemmtileg blanda af, þú veist, þú getur ekki gert í skákinni, þar getur þú gert bara alveg 100% hlutina eftir en ef einhver kemur með haglabissu á skákborðið sko, þá bara þá bara gerir ekki neitt, skilur. Þá bara, þú vinnur. Það er bara þannig og ég meina, það er svona, við horfðum á Kano Venus, það er náttúrulega serían sem er hvað getur sagt, þekki best. Kano, skilur, fannst mér bara ekki nógu sjarp í þeirri seríu, bara lifði Venus aðeins, mér finnst Venus vera meira sjarp í einhverjum playum og einhverju þannig dóti. Ég held að Kano þurfi svolítið að koma með það til leiks núna á móti Dusty ef þeir ætla að eiga séns. Þeir þurfa aðeins að sko geta fundið þessa blöndu á milli því að vera geggjaði fraggarar og að geta tekið í nokkrar levera sko og svona hægt á stundum, hraðað aðeins meira þú veist, feikað þannig að ég bíð eftir að sjá hvernig strategían spilast fyrir þá. Já, fáum kannski grafíkina hjá Mozart því að hann er með frábæra statsa, svona með við að hann átti hæga seríu senast, 1.41 í KT og 79 ADR í 4 möppum það bara allt í lagi. Við vorum alltaf að skoða statsalega á Edison sem er einn allra besti leikmaður á Íslandi í dag og já, við erum að miða við Mozart sem að átti eins og segir pínku hæglóta seríu fyrir það en ég var alveg til í 79 ADR sko. Ég meina sko Mozart var sko 5, 6, 13 í sko leikjunum sem við vorum að lýsa þarna Venusleikjunum. Ég held að hann hafi kannski slagið upp í 10 frögg sko. Og þá voru leikir sem fóru langt. Þú veist, fjöldi lota sem að það damage og deilt niður á var lágt. Þannig að þvílíkt sem hann hlýtur að hafa stigið upp í síðustu seríu. Hann var 11-13 í næst senasta rándi og hann endaði með 19-20-13. Já. Þú veist, það er bara insane og það tóða náttúrulega þess að starta upp þannig að ég myndi segja að hann sitti á 79 ADR bara geggjaðir startar miðað við seríuna móti Venus. Algjörlega. Við eigum vítóið inni núna og ég er búin að aðeins að renna yfir það. Okay. Varstu með einhverja starta þar eða? Nei. Sko, já með Train. Já. Mér Dusty Trainið mjög líklegt, ekki nema Kano takið það frá þeim. Okay. Gæti náttúrulega hugsast, en ef að Kano fá það pikkað á móti sér, þá byrjar allan City megin, sem er jákvætt þeir ná kannski að skjóta Mozart í gang og svo framvegis, þrátt fyrir það náttúrulega Rafle hinum megin og vappanum er gríðalega góður, þá er City sætið mjög þægilegt að eiga við. Ancient bannað á Dusty, hefur verið pikkað örlítið á móti þeim, þá er ég að búast meira við Anubis pikkinu, já, Kano, taka Train frá burtu. Ég held líka bara, ég held að það sé sníðugt bann hana frá Kano, skilur við. Þú veist, þetta er nýjasta mappið í púlinu, bara þú vilt ekki taka sjensa á móti besta liðinu á Íslandi. Og þeir hafa verið að spila til dæmis á móti Fylki, vinna það 13-5 og spilaði líka á móti Ace X 13-6. Þeir eru sharp í því og þeir eru með fraggara. Núk pikkað af Dusty, þetta er sterkt pikk, þeir byrja termegin en ég held að það hafi ekki það mikil áhrif, mjög mikið staple. Anubis pikkað af Kano, bjóst við því í mapprunni, ég hafði það sem 3. mapp ef að Ancient og Train hefði verið komið inn og bannað Inferno, Dusty ekkert svakalega hrifnir að Inferno, ég býst við Mirage, já Mirage, einmitt. Ok. 3. mapp, þetta er þægilegt mappúl fyrir bæði lið, eiginlega meira fyrir Dusty og þá spilaði það einungis út af því að ég er búin að vera að horfa smá á vargin að streyma
Já. Hann oft bera ofan sko, Já. flottur Já. og þeir pökka mikið í Anubis og þeir líta mjög slípaðir út þar, bara mjög slípaðir. Já, sko, þú veist, það náttúrulega líka bara eitt af þessum vandamálum þegar þú ert með lið eins og Dusty og spilar að skilur á þessu leveli eins og Vargurinn, fólk sem hefur hort á hann stríma, þú veist, það sér í hvaða lobbyum hann þegar hann á Faceit, þú veist, hann bara með Sphinx, Saivu, Nico, Monesi, skilur þú veist, öllum þessum gæjum, Donk, hann komin á friends-listan hjá þessum gæjum, þeir eru að biðja hann að spila með sér þegar við vantar einhvern, það sýnir levelið af framistöðunni sem hann að setja inn í þessa leiki og strímið líka hjálpunum, þú veist, að skapa sér smá nafn. Hann líka, þú veist, legend úr 1.6. Við lentum í því þegar við vorum að spila með honum sko, trúðalestin, þegar hann var tiltölulega nýbyrjaður aftur, að það kom einhver gæi sem var bara eitthvað Vargur from 1.6, skilur þú veist, bara í Faceit lobby. Já. Veist, þannig að þegar þú ert að spila á móti þannig gæja, það var sjúklega ógeðslega óþægilegt að vera í einhverju eins og Nuke eða Nubis, þar sem hún líður svo ógeðslega vel. Já. Að hann getur bara eitthvað, jæja boys, ég ætla að bara strauja út squeaky og bara vinna leikinn, skilur þú veist, og hann bara gerir það einhvern veginn. Já. Það bara, maður veit stundum ekki af hverju honum gengur svona vel. Ég held að Davíð sem einn á vinum okkar sem með okkur hérna í trúðalestinni, hann sagði alltaf bara, ég horfa á Varginn spila og ég bara skil ekki hvað hann að gera öðruvísi heldur en ég, en hann bara vinnur alla. Það bara eins og þegar fólk sér hann, það bara kunnið ekki að eima. Á meðan að ég svinga og bara innstæðaður. Og það eitthvað sem hann gerir, sem bara svo ruggla gott, að hann erfiður á öllum þessum öppum. Já. Ef ég ætti að tippa á svona 3 hluti sem að hann gerir betur en ég og þú, þá var það í fyrsta lagi, hann kann timings. Já. Í öðru lagi, hann með svona old man aim. Þetta svona eins og old man strength. Já, þetta svona, maður sér ekki af hverju þetta virkar, þetta virkar. Þú veist, þetta gamli kallinn sem að bekkar 100 og blæskju nös og eitthvað svona, þetta easy peasy. Og í þriðja, hann búinn að setja svo viðurstyggilega mikinn tíma í öll angles, eins og við talaðum timings, utility til að svona gera þetta aðeins auðveldara fyrir hann, að það bara bilun, þú veist, þótt að gaurinn sé ári eldri en ég, þá hann að eyða miklu meiri tíma í þetta eldri en ég, og maður tekur alveg eftir því, hann elskar hann leik. Hann elskar hann. Það nefnilega málið, sko. Þess vegna fannst mér líka svo gaman þegar hann kom aftur í CS, að því þetta var bara svona long lost love, skilur við. Og hérna, þannig að þú veist, en hann náttúrulega ekki einn, skilur við, þú veist, og svo ertu með, það náttúrulega vesenni við Dusty, að segjum bara að þú náir að pakka Vargaðins þetta niður í tösku, skilur við, bara ok, aggressífi viðstöðuleysi gæinn sem einhvern veginn finnur allar þessar opnanir, bara lokum honum. Ennþá að díla við Pantas, Rafli, Edison og Þorstein F. Þetta er ekkert lítið line-up til að taka móti á eftir hún. Nei, þetta er það sem við erum að tala um þá að þetta fyrir 2-0. Sko, já, þú veist, ég meina, sko, vitrir menn myndu spáði þannig. Já. Bara út frá gögnunum sem við höfum fyrir framan okkur og þess þar. Ég ekkert rosalega vitur maður, þú veist. Mér finnst þetta alveg, þú veist, það alltaf séns, þú veist, með dominantlið eins og Dusty, fólk mæti aðeins kalt inn í leiki, skilurðu, jafnvel gera einhver nokkuð mistök. Við höfum alveg séð það gerast á stóra sviðinu. Já. Gerist það núna, gæti verið, en þá þarf Kano að vera tilbúið að nýta sér það, akkurat frá byrjun. Já. Eitt sem að flýgur samt rosalega mikið með Kano okkur núna, það er aldurinn. Við skulum ekki hverfa frá því að þeir hafa bara örlítið meiri tíma í að gera hlutina, kannski eru mættir fyrr, byrjar heitu upp og svo framvegis. Alltaf kvöldmati búinn hjá Vargi og hann farin að sofa venjulegast á þessu tíma, sko. Það slökkt á ljósunum klukkan 10 og grund, sko. Ég segi svona. Já, það allt í góð að grínast með aldurinn, hann eldri en ég, þannig að það fínt. Annað sem að, þú veist, við horfðum á Kano í Nuke á móti Aurora og þeir náðu ekki að sýna okkur allt sem við vorum í terrsætinu sinni, en ég var mjög sammála mjög og Shine í því að T-sæti hjá þeim leit mjög vel út og það verður að segjast að ef þú ætlar að byggja á einhverju góðu, þú ert að byrja að CT-sæti Nuke, geggja, byrjar á pistol, byrjar að raða inn einhverju rándum, þú ert CT-sæti út með smá advantage og síðan þarftu bara nokkrar, bara 2, 3, 4 fléttur sem að eru successful til að brjóta peningin á CT-unum, búm, þú kannski komið mappi yfir. Já.
það er bara hárrétt hjá þér og Kano, þú veist, þeir eiga þessi ránd, skilur við, en þeir þurfa að taka hann stóra sín CT-megin. Alltaf við gerum áfrið að þeir byrji þar sem að Nuke pikki hjá Dusty. Þannig að Þannig að væri mjög skrítið að það. Já, þú veist, ég held að pistolið er bara eftir að setja ógeðslega mikið tónin fyrir þennan leik, af því að ef að Kano geta unnið pistolið, geta unnið round 2 og geta konverta bónusátinu, þá held ég að þeir eigi bara góðan séns. Ef að það fer á hinn veginn, að þá ertu búin að gefa Dusty 3 round tímein eftir 3 round. Já. Og það, þú veist, að þú geti farið síðan bara restina af 9 roundunum í hálfleiknum án þess að það renni 1-2 round í gegn, sjúklega erfitt. Og þá ertu alltaf komin í þessa stöðu þar sem að Dusty er komin með 5 round og núna þurfa þeir bara að loka á þig og þá verða þessar flettur að virka hjá þér og þær verða að virka í fyrstu tilraun, þú veist. Eitt sem að finnst rosalega vannýtt til dæmis, það sem að þú hefur verið að tala um núna á þriðjudaginn í seinustu viku, minni mig, jafnvel vikunni fyrir það, er þessi performance-kúrfa sem að þarf að spila með þér og mér finnst hún vannýtt af þessu underdog-liði. Það eru þessu litlu hlutir sem að skipta svo miklu máli upp á að eitthvað funkar hjá þér og þú vilt nýta þetta vegna þess að það er ennþá minni munur á því að sigra og tapa eftir við fórum MR12. Já. Það er eitt headshot sem að krækja gerir ránd og það headshot neyðir hitt rándi í spar. Það er auka ránd. Þá ertu komin 2 ránd, bara auðvelda ránd. Bara byrja aðeins fyrr, hitta þér upp, getur notað hvaða warm-up system sem þú vilt, ein bots eða eitthvað af síðunum sem er til og svo framvegis. Bara kíkja eitt face-it-leik. Já. Nei, ég samlaður og þetta er held ég sko, ef við hugsum þetta, þú veist, bara í stóra samhenginu með rafíþróttir í Íslandi, að þá, þú veist, við erum búin að vera að setja mikið púður í því að byggja grunninn, skilur við. Það er verið að byggja keppnisumhverfið, það er verið að byggja iðkendurna og skipulagða starfið sem að fítar inn í keppnisumhverfið og tryggir það að við séum með einhvers konar sko arfleif af hæfileika fólki sem er að koma upp og taka þátt í efstu deildunum. En svo það sem þarf að fara í gang og ætti að fara í gang, myndi ég gera ráð fyrir á næstu árum, er þessi afreksmiðaða stefna. Það sem að er verið að fjárfesta í resursum fyrir þessa bestu spilarar landsins, íþróttasálfræðinga og aðnað sem geta hjálpa með þetta og það held ég eftir að hafa stærstu áhrif á efstu lög til keppnarinnar hérna á Íslandi. Og þegar þú talar um það, þá er fyrst að komið Mozart, opnar þetta á glæsilegu frakki á Þorstein F. Ruflu í vörninni niðri en fellur leið. Rótið þarf að koma niður núna, það er búið að molla vendi þannig að þetta átt að gefa örlítið. Ruflu hefði þurft að finna allavega einn þarna en Papo, Mozart og Topaz þeir finna 3-4 og Papo og Topaz skipta þessari lotu á milli sín og tryggja pistoli fyrir Kano og uppsett arkinn sem að ég var að leggja hérna fram rétt fyrir leik, hann er byrjaður. Já, það er bara nákvæmlega þannig. Dusty þarf að ná bombunni niður sem að er góð sviti upp á peningin í þriðjarandi, jafnvel getur keypt í öðru, þannig að skulum halda okkur alveg hæga. Það er nóg að hæfileikum þarna, en örkin er byrjuð. Já, það er bara þannig, ég meina þú veist, þetta var, myndi ég segja, eina forsendum þess að Kano geta unnið hennar leik og þeir eru búin að tikka í 1 box. Já. Svo er það tikka í næsta box sem er að vinna þessa lótu, svo er það tikka í næsta box sem er að vinna round 3 og tala nú ekki ef þú tikka sér í 4. boxið og sýnir liðinu þínu og sjálfu þér að þú getur unnið gun round á móti Dusty. Gressnar eru góðar úti, Panda 68 HP á honum, það er kaup á Dusty. Þeir ætla ekki að slaka á bensíngjöfinni alveg frá byrjun, núna er Papo í vestinni. Papo tekinn út þarna og Kraken varkurinn líka með Mozart úti. Ég er að segja þér, hann Mozart á að skipti M4A4. Það er bara þannig. Þetta er M4A4 leikmaður. Þeir eru allan að komnir, frekar ódýrt ofn í Secret með 2 fellur og pressi hérna pús í bakið, fær allar upplýsingar, vita núna að þeir eru komnir niður. Þetta er bara allt og seint. Hérna gætu við séð fram á það væri bara ráðlegt að halda. Það er ekkert kitt á CT-unum. Ákvörðin er komin. Þeir missa þarna 2 M4 strax í byrjun, Papo og Mozart og örkin brotnaði. Já, þetta er bara Hann er með gamla kalla donut og það lítur út eins og hann sé sköllóttur. Þetta er ekki hægt.
Hann er samt ekki, hann er bara með greitt aftur. Hann er bara með greitt Taka það fram, taka það fram. Hann er bara góð kollík. Hátt enni. Hátt enni. Enda mikið af 200 IQ plays. Já. En við erum að tala um það að Kano tikkar ekki í box nr. 2 í sigur checklistanum sem að við hefðum viljað sjá frá þeim. En já, varkurinn fellur þarna. Óheppilegt. En þarna sjáum við Dusty ná að snúa sig við með kaupi í rándi 2 og enda síðan með 2 M4. Já. 2 Galil og bara 1 sem þarf að kaupa. Þannig að þetta er bara frábær byrjun á að byggja þennan banka hjá Dusty. Tvímælalaust og hinum megin, það eru 2 MP9, 1 M4 og 2 deglur og hérna þurfa skotin að hitta. Þú voru örkuðu bara þarna út með Galilana, Galil frábært vopn í þessu rándum. Það verða skilinu fröggum. Galil er vannmetinn byssa. Gríðalega. 35 skot með gott armorpen. Mozart, hann finnur Pandas og það er ekki headshot, heldur var þetta 3 bodyshot sem hann er að hitta. Það er ekki fight sem hún vinnur ofta án þess að taka skada. Alls ekki. Sá Papo ekki droppið, heyrði hann ekki droppið á Edson? Sjens. Já, núna veit hann á honum. Ég er svona að leita, Papo verður hann á þessu. Nær því, það er clean. Nær í AK og þarf að halda lífi. Það er verið að leita hins vegar af fröggum. Rufflu. Þarf að gera vel hér, nær að lifa, nær að droppa niður en 1 HP á honum. Hann á 1 líf. Pressið þarna finnur Rafle. Það voru 2 og 1 þar. Varkurinn á rampinum að leita 1 HP manninum. Papo veit ekki af Edison hérna. Nei. Glæsilegt skot hjá Papo. Og þá var Varkurinn 1 eftir. Elsti maðurinn á serverinum. Leitar. Sér hvort hann geti fundið eitthvað til að gera þetta dýrara fyrir þá. Bomban er droppuð. Hvar er þetta? Þetta er í... lobby. Nei. Fyrir utan... T-lobby. Já, fyrir utan lobby. Fyrir utan allir. Vargur er bara að halda byssu hérna. Hann er að leita, sjá hvort hann finnir eitthvað frítt fragg hérna, en það er engin nálægt honum akkurat núna. 20 sekundur eftir á klukkunni. Og Ruffle er komin í gennum secretið og aftur í 11. Búinn að finna bombuna væntanlega. Já, ætti að vera með bombuna tryggða þarna og Varkurinn bara spara þessa byssu á $1,600 á sér, þannig að það gæti verið hægt að kaupa á bakinu á þessu. Rafle 4-5, hann á mesta peningin. Peningurinn, hann er ekkert frábær en þeir unnu ránd með verið að kaupið á þann. Já, vissulega. Ég býst alveg við því að við fáum force frá þeim og vissulega að það kemur inn. Það væri svolítið úr takt við sko Dusty sem að þeim líður örugglega eins og þessu favorites. Já. Þeim líður eins og þeir eigi að geta unnið ránd á verra kaupi. Þannig að ég held að þessi líklega heldur en ekki að við sjáum að forsa þegar þeir geta það. En það er það líka spurning hvort að það komi til með að býta á í rassin. Það er nákvæmlega þannig. Halda þarna pressun á efnahæginum áfram og Kano þurfa að berjast fyrir hverju einasta rándi hér. Æður ekki henni smókin en spreyið Rufflu klúðra þessu rampurinn. Hann er alveg gefinn. Mástu hvað við vorum að tala hérna í síðustu viku spreyið gegn smóka? Já. Það verður að passa sig á því. En allavega treyta sig vel í 3 á móti 3 hér. Topaz á Dumbledore. Og hérna getur það rótið þetta upp. Skallið er komið. Skilja Varg eftir. Þetta er algjörlega geggjað play. Hver er uppi? Er það hver er þetta? Mozart. Mozart er að hanga í Squeaky og þeir hafa ekki hugmynd um það. Spurning hvort hann tjekkir Rafle. Það er alveg spurning. Hann er bara að bíða eftir ítekinu. Þvílíkur ægi hérna hjá Mozart. Flestir væru farnir á eitthvað flakk. Þeir vita að finna Rafle þarna upp í Mustang. Þetta ekki Mustang örugglega? Jú. Já. Þór. Oh my god, það getur verið svo stórt. Kemur ekki með ískur, nær fyrsta. Ekki treytaði burtu. 2 á 2 þarna. Vargur fellur. Þá er bara Þorsteinn eftir. 1 eftir. 6 líf. Nei. Hann heldur inni til fjúsinu, nær fragginu og pressi með kittið. Það er smá. Það er litla rándið sem fer hérna fram. Þarna er Mozart bara að gera algjörlega geggjað play. Bara risavaxið. Við tölum þetta líka í síðustu viku að erfiðasta í tölvuleikjum er að vita hvernig þú átt ekki að gera eitthvað. Já. Og það er nákvæmlega ákvörðunin sem að Mozart tók þarna sem að vinnur þetta ránd. Hann hefði svo, ég vil meina,
bara 99% af spilurum hefði farið og reynt að taka plantinu þarna. Já. Og hefði fallið á móti Rafli í Mustang og sætið hefði verið eitthvað, þú veist, 2 á 3 retake vesen. Bara fullkomlega að spila þarna hjá Kano og þeir eru komnir til að spila 3-1 Tommy. 3-1, þetta já, ég myndi kaupa þetta. Þetta var í geggju staða. En núna eru komnir enn og aftur í forsið. Þeir þurfa enn og aftur að vinna Galil, Deglukaup, Mozart núna af Etikapi hérna við Edison. En Mozart hefur betur opnunarfrakkið á tónlistarmanninn. Ég meina Sko, mér langaði að segja du-du-du-dum, það er náttúrulega Beethoven, sko. Já, Þannig að, ég man ekki eftir henni Mozart stefi, sko. já, Þau eru svo nokkuð, Þau eru þó nokkuð, sko. Já, já. Tómski, Sonatan og annað, sko. Við getum alveg hummað eitthvað hérna eftir. En Mozart hérna í góðri stöðu og ruflu, flott crossfire, gott setup á rampinum hjá þeim. Finna bæði Varg og Þorstein F. Og það mikill skotkraftur fallinn frá hlið Dusty. Það eru bara ungmennin 2, Pandas og Rafle sem að standa eftir hérna og þetta virðist alltaf fara í 4-1 Kano í vil og Dusty á spari. Já, þetta vesen núna orðið fyrir Dusty. 3-1 sem að breytist í 4-1. Peningurinn ekki góður. Þeir eru búin að eyða bankanum sinum í hverju einasta rándi og þurfa núna að halda þessum 2 galilum sem bara frábær ákvörðun þannig séð. En ég meina Rafle að fara að eiga $250 eftir þetta. Pandas örlítið meira. Jöp, og ef við kíkjum aðeins á stigatöflunum hérna hjá Kanomunum að þá sjáum við Mozart 6-3 hérna eftir 4 ránd, Papo 5-2 og þetta eru þessi leikmenn, Papo náttúrulega var risavaxinn á móti Venus og þar sáum við ekki Mozart. Mozart risavaxinn hérna í síðustu viku á 50-daginn, sáum við ekki eins mikið af Papo, nú eru þið báðir mættir á server og það geti bara stafa vandræði fyrir Dusty. Papo að spila líka úti og það sem við höfum verið að sjá er að Dusty vilja fara úti. Mozart að spila þetta rotate hlutverk sem er gríðarlega mikilvægt að executa mjög vel og hefur verið að gera það vel hingað til. En já, hérna myndi ég, ef ég væri Dusty þjálfarinn þá myndi ég segja að spara smá pening. Já, en þetta er það sem við töluðum þú veist, ef að þér finnst bara, hei, við höfum að geta rústað þessu liði. Já. Þá tekur þú fleiri svona ákvarðanir og þær þurfa ekkert alltaf að vera réttar. Já. Þú veist, kannski getur þú rústað þessu liði í 9 af 10 leikjum og þetta er bara einn af þessum 10 leikjum. Það sem þú þarft bara að setja virðingu á nafnið og spara og vera með full kaup og full stöf. En nú aftur Papo og Mozart að fara að taka móti allavega 3 leikmönnum hérna. Sjáum 4 í X-rayinu, underhandaði Smoke, Pandas. Nú væntanlega að taka rotatið sem er alltaf að fara niður í mentið. Þetta er lélegur smók, þetta er hræðilegur smókur. Hérna koma fyrsti fallinn. Sprayið ekki alveg nóg gott en fellir Rafle hérna alveg niður hálfan. Pandas, hann er ekkert að ná að taka neitt rotate hérna. Það er engin aggressífur að leita infói í lobby akkurat núna og það bara hægir rosalega mikið á Dusty. Gefum ekki þetta pick og leifir Kano svolítið að sitja bara tilbaka, sérstaklega með hennar smók niður í frá Papo. Bara stoppar svolítið framganginn. Núna Dusty menn komin aftur upp Secret og Mozart spottar það vel og bara Kano í frábæri stöðu til að taka mótið þeim á efri sætinu líka. Það er bara nákvæmlega þannig. Pandas, hann er inn í ískur ennþá. Margur að koma ekki ennum viðbingur hérna. Tópas þetta að taka mótunum. Góðum Molli, frábær tímasetning á Molla. Og þetta ætti að trufla tímasetninguna örlítið en það er einn leikmaður að reyna að komast í hellið akkurat núna. Papo ennþá að kljást við þá. En eru þeir að fara að búast við þessu? Já. Mozart er að halda þessu. Oh my god, þessi tímasetning var næstu því svo góð fyrir Varginn. En þá er það Mozart sem finnur Varg og pressi, finnur Þorstein F ásamt Rafle. Og með Tópas sem að felli Pandas þarna í lobbyinu að þá tryggja Kano sér lotu 5 í þessum leik og Dusty eiga ennþá engan pening. Þeir eru bara búin að spila sig í algjört kviksindi hér. Búin að forsa í hvernig rándi og ég sé alveg ástæðinu fyrir því. Þeir eru að fragga eitthvað. En seinasta rándi, þú veist, þeir áttu 2 galila. Það er svo erfitt að kalla spar út frá því. En þeir eru algjörlega búin að spila sig í vesen hér. Ég meina, við höfum ekki ennþá séð fullt kaup frá Dusty. Nei. Og við erum í lotu 7.
meira að segja í þessu þriðja lótu þegar unnu annar rondið með galunum, þeir voru ekki í frábæri stuðu peningalega séð. Rótitin hafa verið líka bara góð hjá Kano, vita hvenær að eiga overrótita, hvenær að skilja einn mann eftir. Mozart, hún eiga frábæran leik, en hérna eru þeir að senda einn á rampin, en inni koma þeir Pandas. Nær tópast þarna út og hérna hefst retake á innisætinu. Nóg af jú til hins vegar. Ég bara ekki labba í þessar opnu línur á þess að hafa eitthvað á bakviða. Papo ætti að ná að klíra út þetta hér, en Þorsteinn, hann bara miðar beint í haus. Það er oft það sem hann getur beilað menn út. Já, núna er það restina af rýtinginu sem þarf að koma inn. Rufflu finnur Varg, en Pandas finnur Rufflu. Mozart ennþá í heaven, pressi í main, finnur Edison, en Pandas tekur út Mozart með glokkunni og pressi ekki nógu stór til þess að taka út Þorsteinn F þarna, og Dusty finna lótur með 2 hérna á T-hliðinni í Nuke. Með örlítið kaup allavega, og það voru með mökku þarna á Pandas. Skemmtilegt samt að þeir hrættu rampinn, fá kallið, æða sem 4 í gennum gula. Einn leikmaður sem var upp á gula til að taka móti þessari strollu af Dusty leikmönnum. Þetta er bara aðeins svo mikið og uppskera eins og þess á. Ég myndi segja bara loksins tókst það hjá Dusty að taka feikið, skiljum við, þú veist, bara þeir fengu loksins hreyfinguna út úr Kano sem þeir vildu fá, og það er náttúrulega líka bara gott kall sem hefur örugglega komið út frá þeim róteitum sem við bara sjá út úr Kano. Þú veist, kallið hefur komið, þeir eru að róteita hratt. Þú veist, síðasta rándi við reyndum að fara niður, þá voru 3 komnir niður, svo ætlum við að fara upp, þá voru 4 uppi, við ætlum að fara niður, þá voru 2 komnir niður. Þú veist, nýtum okkur það. Feikum rampinn, rössum inni og bara spilast fullkomlega. Papo heyrir í 3 leikmönnum rótið það niður núna. En þeir eru að gera þetta gífurlega hratt. Krakken, vargurinn sem að krækir í rampfrakkið, móla rótið þitt, tópans eins og að nær Pandas út. Það hefði þurft að hitta þessu skoti. 4 á 4, retake hérna á B-sætinu. Það er alltaf ótrúlega erfitt að taka þennan sæti tilbaka. Já, það verður að segjast, innisætið er uppisætið er mun þægilega heldur en þetta neðra sæt. Góð grensa og Papo líka Mozart no-scopa rafle, og þetta retake gæti bara verið möguleiki. Þorsteinn F með 1, en það eru fleiri eftir. Vargur tekur hann út, Kraken tekur út pressa, Vargur tekur pressa líka. Hann er þá 1 og 1 á móti Mozart, en Mozart bara aðeins og snöggur, hann hefur ekki tíma, ekkert kit, og Dusty læsir þessu rándi og taka vappan úr umferð. Já, þetta er frábært play á Dusty. Yfirvegaði samt í retakinu á Kano, en ná ekki að púsla þessu saman, og peningurinn núna örlítið betri Dusty megin. Þeir vinna þetta ránd, þeir eru með kit á Mozart, en bara náttúrulega hann var að kaupa sér vappa og átti ekki pening fyrir kit. Þannig að hann no-zoomaði, þannig að... Já. Gæti hann ekki verið bara með riffil, fyrst hann er ekki að nota þennan skóp. Nákvæmlega. 5-3 og ásýnd leiksins allt önnur en hún var hérna fyrir 2 lotum, þar sem að leit út fyrir að Kano væri bara að hlaupa í burtu með þetta. Þeir eru núna á spari hérna á Rufflu, leitar einhvern gegnum smókin, finnur ekki neitt. Pandas, bæði með hann og Papo, 3. frakkið á Pandas þegar hann fellir Mozart hérna úti, og þetta virðist alltaf vera einföld lota hérna fyrir Dusty. Tópas gæti fundið vargina það, en skauta fram hjá honum, pressi ennþá með línuna í ellið. Sér hann að Tópas í bakinu. Þetta er ekki að hefnast vel. Hvernig nær hann báðum þessum frökkum? Þetta er old man frag power. Það er stundum eins og hann sé með eitthvað svona Star Trek skjöld í kringu sig sem bara bægir frá kúlum. Magnaður leikmaður. 5-4, Tómi. Já, skjótt skipast vindar eins og maður segir, en við erum allan að koma með kaupið aftur. Eini leikmaður sem þarf að fórna einhverju á skotkrafti er Rufflu á MP9, en Mozart hann fórnar á flassi og smoke. Tekur grensuna væntanlega til að grensa smókin sem að kemur yfirleitt í secretið, en hérna er... Já, þetta var bjartsýnt. Pandas! Já, sérstaklega þessum Papo að spila reyn eiginlega öll ránd þarna úti. Það er einnig einstrákar. Já, einmitt. Það að skokka inn megin. Maður þarf að taka sensa stundum.
Þetta var svipað bjartsýnt og svingið út úr íþrótta hjá Mozart í rándi 2 sko. Já. Sem hann bara spáði ekkert í Silo. Þannig að það bjartsýn á báðum hliðum. Hérna eru að bústa Rufflu upp, þeir áttu ekki að hafa hýrt þetta. Hann fremur öruggur en hérna ætlar að senda 3 leikmenn út að finna Papo. Sér hérna einn og þarf í rauninni bara að halda lífi. Þetta mjög góð staða til að halda lífi en það hægt að hönda það niður. Það væri fínt að hafa einni viðbingu hérna eða jafnvel í heaven til að hjálpa honum örlítið en það bara verið að ráðast á þá frá öllum hliðum en Kraken, hann var einn á rampinum. Já, Rufflu finnur hann en Dusty ná stjórnina á B-sætinu, koma bombunni niður en það 5-3 í þessu ríteki. Það væri stórt fyrir Dusty hann að halda þessu sæti núna. Myndi algjörlega setja leikinn á afturendan. Algjörlega 5 frá 10 og opna á Rafle. Vita af einum í double og þurfa bara einn að finna 2 kittar í umferð. Verða treyt út Edison hérna og gera þetta bara snirtilega. Vistu, ég ætla að segja, ég held að þetta sé örugglega einn besta retake strategían ef þú átt möguleika á henni að bara fara eins margir og hægtir gegnum 10. Já. Þetta svona, þú veist, þetta eitt opnasta sko leið og kemur inn í gegnum chokepointin í 10-nu, þá ertu með svo margar línur að ef þú kemur inn með 3-4 og allir eru bara að endriða og treyta, að þá svo ótrúlega erfitt að vinna þann fight þegar þú ert í undirtölu tími. Já. Þannig að mér finnst það geggjað, náttúrulega bara ennþá betra og nærið taka athyglinna þarna og lurka einum í gegnum secret eða eitthvað. Meira þess að áttu molla og grensu til að taka út eitthvað engur. Já. Það var mjög þægilegt og vel upplagt hjá þeim. En hérna náður að svindla einum niður ventu og ég efast að þeir hafi hýrt það. Missa líka af leikmannunum niður secret og Panda sig komið niður. Og Kano virðast ekki hafa neina hugmynd það, þeir eru allan ekki að veita því neina athygli. 2 konur niður, heyra í vappanum og ramp líka. Og núna þurfa að smíða einhverja hugmynd. Það verið að fylgjast með þessu. Mozart að leita, Rufflu fær félagskap hér, þarf einn! En finnur einn, Mozart með annan, Mozart ekki með sinn Edison, finnur þá báða og allt í hennu komin yfirtala hjá Dusty, það Pressi og Topaz á móti 3 leikmönnum Dusty, Þorsteinn, Pandas og Edison. Eiga smóka, 2 stykki, geta smóka út control, smóka út double eða single en þessi smókur gerir þeim lífið leitt. Edison getur bara fylgst með honum og hleypt þeim út, Þorsteinn F. samt út úr þessu aksjóni algjörlega. Næri ekki að spotta á þarna! Halló! Læsöð breytan hann á Edison. Já, gerir þetta vel, 4 frögg í þessari lotu. Edison stígur upp hérna 7-8 og það aðeins að lifna yfir Dusty, finnst mér. Já. Þeir eru að finna tímasetningarna sína betur, finna fætana sína betur og það bara allt annað að sjá þá heldur en þeir voru í þessum endalösu forsa. Það náttúrulega bara líka, sko, það andlega hliðin á því að vera á forsi sem örugglega sko, oft áhrifaríkari heldur en það að þú sért ekki með eins gott vopn. Þetta inni. Þetta virðist allan að vera eitthvað sem nokkuð snöggt. Pandas aftur niður þegar þetta var heyrt í honum þarna, fór í stigan. Og þeir hlaupa úti. Papo, hann ekki að taka eftir neinum að það vinstra megin? Þetta því að við erum í 16-9 og hann í 4-3? En Mozart með Edison hérna í gegn. En það mögulega of lítið, of seint. 4-3 hérna, Dusty vil. Komast niður ventið og Pandas getur komið í baki á rampinum. Þetta bara þægilegt. Prógram þetta hjá þeim. Ná, fyrsta þarna. Mozart með varkin líka, Pressi, búinn að finna Rafle og þeir eru allt í einu 2-1 og spurning hvort að Þorsteinn búist við Mozart hérna, gerir það ekki og frábært retake, manni undir Kanoman og lokaði þessum hálfleik 7-5. Meira þess að Pressi mollar þarna single til að örugglega fá diffusið fyrir sjálfan sig og það verður að segja að Pressi, þetta stemningsmaður. Já, þetta stemningsmaður og já, sko, ef við skoðum aðeins hvernig leikar standa, þú talaðir þessar 5 lotur tímegin sem svolítið breakingpunktur, ef þú færði undir það þá getur verið brekka þegar þú færið yfir en 5 lotur ætti að vera svona þokkalega þægilegt. Býstu við því núna hérna út úr Dusty eftir því sem við séum þetta í fyrra hálfleik að þeir séu bara að fara að skella í lás sétími? Ef þeir ná pistol þá þeir með 100% sigur í höndunum
ef að Kano sigrar pistolið, þá held ég að þeir eigi nógu mikið séns til að sigla núk. Ok. Þetta er spurning leið og leikar jafnast, þá missa Kano mögulega einhvers konar þrótt. En hér byrjar það. Frábær entry! En Þorsteinn F, Rafli og Pandas fylgja þessu vel eftir. 2v2, báðir í heaven, einn að droppa niður. Þetta duel hér skiptir svo miklu máli. Topaz búin að vera risavaxinn með 3 fellur í þessu rándi og Ruflu lokar þessu. Þetta var tvísýnt allan þegar ná 3 fellum í röð en ná að sigla þessu heim. Kano komni með þetta pistolránd, risastórt og hérna eiginlega getur ekki réttlætt það sem Dusty að forsa í þessu rándi. Það er ótrúlega stór ákvörðun en já, Vargur var að hugsa sig það, ákvað að kaupa grensur. En þetta var rosalegt entry hjá Mozart. Já, bara, ég veit 100% að hann er að það og ég ætla að príða með það. Geggjað ránd. Og spila líka 2v3 svona vel. Glæsilegt fragga og leikmannin upp á gula líka sem með Dual Barettas alveg gjössamlega að hamra á þig. Já. En já, P250, það besta sem að er í boði akkurat núna. Það er, mér sýnist bara Þorsteinn verið inni. Vargur er fremst úti. Þeir ekkert að drífa sig. Hérna heyrir hann í einum droppa af þakinu. Er í ágættri stöðu hérna. Ætti að falla tiltölulega fljótt. Eða hvað? Skemmtilegt setup samt. Sem við vorum að reyna þarna. Með Vargar taka fyrsta kontakti alveg uppi og svo maður kíkja í kreditkort. Virkar ekki alveg fyrir þá en fá eina fellu hérna. Glæsileg grensa þarna, Pandas fellur. Eftir sita 2. Topaz búin að vera að fylgjast með handboltanum. Klokkin, já, hann siglir heim einu fraggi allavega. Þetta sem gæti krækt sér í Galil hér, Óli. Já. Það væri ágætis biti og ágætis sárabót út úr þessu rándi. Það er spurning samt hvort að hann vilji leita að einhverju meira. Þeir eru hvort þið er í kaupi í næstu lótu, þannig að ef hann nær að fella einn annan leikmann hjá Kano þá byrjar hann að hafa áhrif á efnahæðin hjá þeim. Þannig að en virðist vera bara sáttur að halda byssunni, enda 44 HP og 0 armor, ekki líklegt kannski að vinna straight out fight hérna á móti fullkepptu liði Kano. Erfitt. Það að fá headshot á pressa, headshot og bodyshot á Topaz. Þetta er vesen. Já. En nær allan að einum. En nær ekki, jú, það gæti fallið hér. Jú, fellur. Þetta er bara Anderson gerði bara miklu meira en nóg þarna. Þetta var bara risavaxi. Og kannski sýnir líka bara reynsluna hjá Edison sem spilara að stilla bara upp í exits þarna. Og hann er bara, hún er með alveg sama þó að hann missi hann Gali. Það eina sem skiptir hann málið þarna er hann á einum mögulega 2. Hann gerir það og það setur strax pressu á efnahæðin og þú sérð kaupið, það er annar Gali þarna og það er Makka núna Kano megin sem hefði verið full AK setur. Já, og já, fæði líka frían smoke fyrir vikið með amfórusunum, keypti molla og smoke. Þannig að þetta er alltaf að borga sig, en flussin eru góð. Edison og Pandas hins vegar er að ná að halda mjög þægilega þessu innisæti og þurfa að bakka hérna út 4 komnir í innisætið og Vargur á rampinu með XM. Með XM. Ná í rauninni bara séns á því að ná 2, þannig að gæti verið í vesinni. Hann er engum. Þetta er bara slæmt. Þetta er bara fyrsta lotan sem við séð á rigg, þar sem einhver með XM nær 0 frökk. Já, bara eiginlega, þetta er bara virkilega slæm þróun. Ég vil meina að þetta sé bara... Vargur bara að leggja músin á heilunum. Já, eiginlega. Þetta er bara búið. Þetta er bara búið. Vel gert þarna hjá Rafli, lokar þessu. Og svo teknir Rafli ekki búin að eiga neitt frábæran leik heldur. Nei, 2-11. Kano menn bara að keyra út klukkuna hérna. Voru mögulega að leita að einhverjum opnunum, sjá hvort það myndi koma eitthvað infoplay út úr Dusty. En allt var fyrir ekki og báði leikmenn komnir aftur á spóna að spara. Já, með 22 og 16 í HP. Mozart er samt sko kannski ekkit hljóðulátt komin í 20 frögg, en þú veist, maður er ekki búin að sjá 4K-in alveg bara
Það er klikkað að hann sé 28. 15 átt búinn, sko. Já. Ég myndi, þú veist, núna þurfum við þá bara að sjá aðeins, skilur, þetta er aðeins meira frá Papo eða Topaz eða Pressa sem eru þarna sko allir á sama reiki. Já. Bara aðeins meira. Og þá er þetta vel geranlegu leikur. Bara 100%. Tekkur, Galilar, keyptir hérna upp af restinni, Papo á Diglu og hérna það er spurning hvað maður vill kalla. Þeir eru að við viljum halda efnahæginum eins lágum og við getum hjá CT-num. Úti smókar, eigum ekki nómur, smóka í það. Gæti verið eitthvað bara hratt. Gætum líka viljað fá allt jútilið út sem að hægt er. Vá, það er eins og Vargur hafi bara skynjað hann með mættinum. Hann var að fara að reyna að taka snembúna línu en bara stoppaði sjálf sig af og hendi Grenu í staðinn. Ég held að Disney sé að framleiða einhvers konar seríu, Star Wars seríu Varg. Ég held að sé Skeleton Crew. Hann er með krökkum á skipinu. Vargur er svona Obi-Wan, svona gamli Obi-Wan. Hann er Obi-Wan í mynd númer 6. Já, virkilega gamall, sem einhver forskóst. Já. Já, hann birtist bara þegar þú þarft á honum að halda. Vertu viðstöðulaus, Óli! Mundu, vertu viðstöðulaus! Fallegt þarna hjá Topaz, Rafle Lár líka, 3 HP á honum. Þorsteinn í hjálpinni hins vegar gerir vel, rótiði komið aftur upp. Þessi smókarna á rampinum bara algjörlega stoppaði Kano. Já, þeir vildu komast rampinn 30 sekundur eftir núna, þurfa að komast eitthvað áleiðis. Það er bara spurning, hvert vilja þið fara? Vilja þið fara í gennum ískur? Þessi chokepoint er ekki skemmtilegur. Nei, notar upplugu til að finna mannin, en Pandas gerir vel, finnur 2 þarna og svo er Edersen að loka þessu 9-7 og spar á Kano. Já. 2.000 á þeim fyrir konum með 2 í lossbónus, eiga kaup í næsta, kaupið kannski ekki upp á 10,5 en geta látið það 100% virka en þeir eru að hleypa Dust í 8. rándi sitt með glokkuspari. Það eru 4 flush, 1 smókur, þetta er vendæf. Það ekki? Jáu. Jú, ég finnst það. Flass inni og hver kemst niður? Engin. P90 Asimov. Rush á rampinum. Asimov P90 er geggja skinn, sko. Já. Ég man bara, sko, þegar Asimov skinnir voru all the rage. Já. Það var bara flottasta AK skinnið í leik. P90, sko, ef ég ætti að ranka Asimov skinnin, þá væri það Vappi, M4, P90, P250 og síðan AK. P90 alveg í 3. sæti, sko. Ég á heima treyju sem var hönnuð af artistanum sem að gerði Hyperbeast skinni. Já. Fyrir eSports Management Group í Miðausturlöndunum sem að er ógeðslega nett. Ég væri svo til í að sjá hana translatast yfir í eitthvað skinn, sko. Ég held að það myndi vera bara flottast skinn í leiknum, sko. Pandas heldur áfram að vera ótrúlega erfiður fyrir Kano, setur pressu í lobbyið en það sem að hann er ekki bara að setja pressu í lobbyið, hann er með leikmann fyrir aftan sig og þeir eru búin að pústa inn í gula til að vera erfiðir. Rafle, Þorsteinn F skipta þessu bróðulega á milli sín, þarna taka út 3, Pressi svarar bara með Rafle en hann er þá 1 hérna eftir á 4, finnur fyrsta en ekki annan og það er 9-9, leikar standa jafnir og þetta kaup rann út í sandinn hjá Kano og þeir eru aftur komnir í bast peningalega séð. Já, og þetta er nákvæmlega staðan sem þú vilt ekki vera í sem Kano. Þegar þú ert underdog þá viltu vera með byrjandi báða vangi, þú vilt ekki hleypa hinu liðinu sem að er svona stór favorite í leiknum inn í leikin aftur. Og þeir eru að fá að stæla á því líka með að hlaupa inn með P90 og aðeins að njóta sín. Já. Það er náttúrulega alltaf hættulegt þegar þú færð sko lið í einhvern svona stemmara.
þú veist, þegar sjálfstöði verður það hátt að þú kaupið P90 og hleypur rampinn að, já, þá veistu að hlutinir eru kannski að sveiflast þér í hag. Vissulega ná að hleypa 3 leikmönnum í Secretið, hins vegar 1 í lobbyinu, að missa 1 strax, Rufflu fallinn. Þetta erfið staða, þeir eiga 1 smók hér. Pandas í vörðinni niðri og það verið að ýta þeim bara í áttina að honum. Það má alveg búast við 1, 2, jafnvel 3 hana. Á 1 flass, enga molla, enga grensu. Bitið gerir ekki mikið, auðvelt 2 frökkarna. Bara vel gert hjá Pandas, gerir það sem hann þurfti að gera þarna og finnur það báða. Mozart núna komin út, var í lobbyinu og að leita einhverju, finnur þarna Rafle en nær ekki að klára. Hann tengir þessa kúlu ekki í haus og það bara nóg til þess að hann tappi. Þetta farið 20. ránd, ég meina fyrirfram inn í þennan leik. Þú veist, maður hefði sennilega ekki kallað 9 ránd á Kano. Hvað þá mögulega meira, þegar núna eru þeir að fara í kaup aftur og þeir eiga ennþá alveg góðan séns. Ef að þeir vinna núna, hvað það, kannski 2, þeir þurfa alveg 3 ránd í röð til þess að brjóta bankan hjá Dusty. Það stóra brekkan fyrir það akkurat núna. Það stóra brekkan og hérna þurfa að koma eitthvað skemmtilegt. Eitthvað skemmtilega fléttu, þetta hefur verið örlítið litalaust, hingað til. Aðeins að slaka á í defenderinu og koma síðan með fléttu eftir það. Þetta hefur verið svolítið hefur fundist vanta smá akkurat shot calling hérna. Núna springir Þorsteinn eftir það smókin springur í andlitið á honum, skulum við segja, þegar Mozart kemur og klárar hann og þessi grena góð þarna á vargin í Heaven. Geggjaðar grensur, 2 þarna og þeir eru lágir í kjölfar á þessu. Þriðja kemur þarna, það sprengjustýningin og Rafle, hann þarf að flýja með þessi 5 HP. Já, þetta var bara eins og Kano verið mættur á handboltaæfingu þarna og allir að þrykja grenum upp í Heaven. Og það eiginlega eins og Dusty hafi bara verið Viktor Gísli í markinu, þeir tóku átuðar allar. Þannig að en Rafle hérna, já, spotta Mozart, tekur eina byssu úr höndunum af Kanomönnum sem lykilatriði að stoppa þá frá því að byggja upp banka til að geta keypt út allan leikinn. Hann meira að segja ekki í stöðu til að finnur pressa líka. Já, þetta ekki góð sviti. Tópas á 3-7. Þeir eru bara í vesinu með kaup. Já, þeir eru í bullandi vesinu á meðan Dusty eru að hlæja allavega í bankan, sko. Þetta var risastórt. Já. Þessar 2 fellur þarna. Við sjáum það, Makka og Galil. Ég skil ekki alveg af hverju leikmaður að horfa á Elli líka. Þeir svo sem spottaði hann aldrei upp í Heaven, þannig að það voru ekkert að búast endilega við honum. Þannig að hefðalega svo sem geta komið það. Þannig að ég tekið tilbaka. Það var sennilega búist við því að það væri ekki fleiri í Heaven fyrst að þeir hefði ekki bara báðir dáir. Þeir hendu 3 greinum þannig. Mollin góður þarna og tekur Edison af gula. Papu ætlar að lörka í gerðum með að smók. Glæsilegt plast! Hvernig Edison ennþá lífandi? Já, það því að Pandas spellur pressa þegar það kemur út. Nei. Og Edison nært á Papu. Mozart finnur loksins Edison en Pandas bak við slæl og gerir vel og finnur Mozart og Rufflu. Og það bara Tópas eftir og Þorsteinn F finnur hann og Dusty komast sér í 11-10. Sko, fléttan frábær. Við sáum þetta líka á móti Aurora. Það vantaði upp á entry á Papu. Hann þurfti að ná þessu frakki á Edison til að geta snúið sér á næsta. Edison nær að lifa þarna allt og lengi, nær frakki sem hann á aldrei að ná. Það smókur fyrir uppbyggingu, þannig að leiður eru búin að ná því frakki, geta þær einbytt sér hinum, síðan farið að fylgjast með Heaven og uppbyggingu. Þetta verður að fungera þannig að Papu verður að ná entryinu þarna. Já, geggja flass, Edison var algjörlega staurblindur. En hann var bara með backup og backupið skilaði sér þarna vel spilað sér lið og þá Þorsteinn F kominn framalega hérna úti, leitar að fyrsta, finnur ekki annan. En á sama tíma Vargurinn búinn að taka, Rufflu úti? Já, nei, Vargur á rampinum. Já, þetta ekki alveg að ganga í þessu rándi. Dusty komin í bílstjórasæti aftur. Papu Edison tekur út pressa, 2-4 hérna og Papu bara á diglu. Já, það er að taka sjens hér. Situr inn í smókinum,
Mozart þarf að gera eitthvað annars staðar á mappinu inn í gula eða hvað sem það Ó, geggjað skot. Þetta býr til sjens að Pappo lætur sjá sig þarna og Edison finnur hann, en þá það Vargurinn sem að koma aggressífur frá rampinum og það allt á herðunum á Mozart akkurat núna. Hann næri bombuna 1 á 2. Þetta væri risavaxi, maðurinn á 25 fellum og 14 deaths hérna eftir 22 round og hann kýs að lappa út gula. Sér þarna leikmærin Edison inn á sælónu, en Pandas með honum líka í spike, krækir í fraggi, það 12. roundið komið í höfn fyrir Dusty. Lélegu peningur hjá Kano, verða að kaupa sinni í þetta round, hásbreytt frá því, en það verður að segjast þeir hljóta að vera eiga besta leikmanninn og serverinn akkurat núna. Ég bara allan daginn, Mozart búinn að vera frábær í þessum leik. Ef við kíkjum yfir á skorborði hinum megin, Pandas 24-13. Ungi leikmaðurinn að stíga upp og skila stjörnu framistöðu og þetta nákvæmlega það sem að við viljum sjá frá þessum ungu leikmönnum endur maður nær. Við viljum sjá leikmenn eins og Pandas vera toppfraka liðið sig og hann bara að standa sig virkilega vel núna og þá spurningin, fellur Pappo? Já, hann bara spáir ekkert í main, hann bara að horfa heaven. Hvað átti þessi smoke sem upp á main að loka main? Þetta mist smoke? Já, þetta mist smoke. Ég held þetta að vera möllett sko. Því að það hlýtur að vera, að því að Pappo svingar þetta út bara algjörlega ekkert að spá í main. Opposí, en svona hefur pressan áhrif á menn. Og tímasettingin næstu því góð. Raflega klikkar einu skoti og fellur í kjölfar á því. En Thosidef harði hótt að taka. Já, finnur hérna stærsta leikmanninn frá Kano en pressi gerir vel þarna, fellur Pandas. Topaz hefði þurft að finna Edison þarna til þess að láta virka en Edison plassar þarna snirtilega út, pressi og Rufflu búinn að finna sikkvot en þá Rufflu fallinn, það 1 á 1, Vargur á móti pressa, pressi bara hleypur í hann! Þetta ekkert mál. Vá maður, kassin út! Þetta stemningsmaður, þetta frábær, þetta eins marketable ungu leikmaður og hægt Þetta alveg ákvörðun að taka. Já. Herri, ég 1 á 1, herri, ég ætla bara strögin í lobby. Ég á móti Varg, skilur. Bara ekki nema gamall kall. Skemmtilegt dúl en þeir framlengja leika hér á skemmtilegu midroundi. Ekki byrjað vel eins og þar, Tópassonin lár eftir að Mozart nývar hann í baki. Það ekki það sem þú vildi sjá frá endriðinu. Stöður hann hlaupinginu Molla en hann grípur Pandastam með bara Molla í hendinni. Mozart fylgir hann eftir en það ekki næstum því nógu mikið að fellum hérna frá Kano. Rufflu allt í einu 1 eftir með Galil í Squeaky á móti 4 leikmönnum Dusty. Þetta allt of stórt verkefni fyrir Rufflu akkurat núna. Ekki búinn að eiga besta leikinn, smókaður út, hann vissulega með bombuna. Herðu, sko, þetta samt alveg risa leikur frá Kano. Já. Þeir eru einu rándi frá þessu, þetta fyrir í OT á mappikkinu hjá Dusty. Meira að segja ekki stressaði fyrir því, bara rössu minn. Já. Rafleg klárar þetta eins og þar, það 13-11 í núk og skemmtilegu leikur sem hér lokið en ef við pælum örlítið í því og eins og enda á þetta geðveik byrjun á seríunu og Kano 100% að setja mikla pressu á Dusty hérna. Skulum ekki gleyma því þetta mappikkið hjá Dusty. Já, sko ég set 2 varnagla á skorið í þessum leik. Mjög close en við fórum ángað númer 1 af því að Kano voru geggjaðir í pistols. Já. Og númer 2 af því að Dusty voru að forsa þessu brjálæðingar. Já. Ég held að ef að Dusty spilar að leik, full respect, ekkert force, bara þú veist, ego og allt það, þá eru þarna 3 round sem þeir gefa ekki frá sér. Þannig að þú veist, ég myndi segja sko raunveruleg stigatafla gæti alveg verið, þú veist, 13-9 skiluru, en ekki 13-11 eða 13-8 ef að Dusty ekki að forsa þarna og ná að konverta full buy roundunum sínum sem þeir voru mjög góðir í að gera. Splitta líka pistols. Já. Þannig að þú veist, já, það það sem ég set sem caveat fyrir þetta en mér fannst Kano líta sjúklega vel út. Mér fannst geggjað að sjá Mozart stíga þarna upp og eiga stjörnuleik. Þú veist, maðurinn að næstu í 30 bomba á móti Dusty.
Já. Við megum heldur ekki gleyma því. Þú ert að taka á móti og vinna 20 og eitthvað aim-duels í þessum barda í þessum leik á móti besta liði landsins. Þannig að Mozart getur farið sjúklega sáttur úr þessum leik, myndi ég segja, og allt Kano liðið, ef þeir halda áfram á þessari vegferð, þeir líta miklu betur út núna heldur en líta út á móti Venus. Já, 100%. Bara up and away, segi ég. Haldið þessum roster saman, æfið ykkur, látið Mozart leiða leikskólakrakkana í gulum vestum alla leið upp á toppinn á ljósleiðardeildinni. Þetta er bara frábær lókur, en þú verður ennþá að velja MVP-in. Pandas. Ég hef valið Mozart, þrátt fyrir tap. Sko, já, það er alveg góð punktur, já. En end of the day, þá gerði hann ekki nú. Þú veist, hann var frábæran leik, hann geggjaður á sörnum, hann spilaði geggjað, þú veist, náði góðum entryum og allt það, en við þurfum að horfa hinum einn. Það var alveg jafn mikið sem að mætti á Pandas í þessum leik. Hann var með svipaðan fraktölur, ef ekki meira undir lokin eftir þessu síðustu ránd, stóð sig frábælega, hann var að setja inn multikill eftir multikill eftir multikill. Það verið 2 ránd þar sem hann var einn að taka á móti fólkinu og sæta, sem hann tekur double kill, sem hann setur upp retakið og stoppar Kano frá því að fá lotur. Þannig að ég segi, ef Pandas er ekki að spila svona vel í þessum leik, þá tapar Dusty í þessum leik. Já, það getur bara vel verið, en hins vegar, það er núk klárað. Þannig að þá Anubis eftir Mozart í stöði, ná Kano mappið af Dusty, eða eru þeir að fara að fljúga í Laugardalshöllina 25. janúar, ekki fara langt. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt.
Velkomin aftur, Dusty, já, ég myndi hún ekki kalla það vesen á þeim akkurat núna, 13-11, mappi yfir, þeirra mapp pick samt, spilast orðið close, þannig að við erum doldið spenntir fyrir Anubis mappinu sem var að byrja. Ég bara sjúklega spenntur fyrir Anubis mappinu. Mér fannst Kano koma sterkir til leiks. Þú veist, ég veit að ég skóf aðeins af þessari frammistöðu hjá hann undir lokin, en þú veist, það eru Dusty sem ákveða að spara ekki og þeir bara nýta sér það og það er ekkert við þá að sakast þar. Hlakka til að sjá þá núna í sínu mappiki. Þeir komi mér skemmtilega óvart í núk með öguðum, playum, góðum ákvörunum, þokkalega svona fluid svona teamplay hjá þeim. Vantaði kannski aðeins upp á stratbókina teammain, en það er aftur eins og við tölum skilur hver shotcall er, hversu djúp er playbookin. Anubis map sem er miklu auðveldara að pögga sig í gegnum, miklu auðveldara að finna picks og annað, og þeir voru að standa sig vel í því í núk, þannig að bara hvernig koma Dusty menn til leiks hérna og eru þeir bara nógu sterkir til þess að slútta þessu 2-0 eða eru við mögulega að fara að fá þriðja mapp ef að Kano kemur með sömu pressu úr núk inn í Anubis og ef Dusty halda áfram kannski með fótið 95% af bensíninu en ekki 100%. Leikmenn sem við getum hort gríðarlega mikið á í þessu einvígi hérna í Anubis. Aftur við tölum mikið Pandas í senasta leik, átti náttúrulega frábæra leik, þú útnefndar hann MVP því korti. Höfum mikið séð af honum T-side, honum finnst ótrúlega gaman að endrýja með í rauninni bara hvaða vopni sem er, sérstaklega í gegnum A-sætið og hlaupandir á B-sætið bara strax í byrjun. Við erum fara að búast við þannig einhverjum playum frá honum, en hins vegar annar leikmaður sem var heitur í senasta leik og vonandi heldur það áfram í næsta leik, það er Mozart. Mozart fær meiri vappa bæði T-side og CT-side í þessu mappi. Mikið pug-mapp eins og talar hann er shotcallerinn, virðist vera í þessu liði og getur kallað í kringu sig, er með frábæran akkerisleikmann til dæmis í Topa sem getur tekið upp þetta aggro í alobíinu mjög auðveldlega. Þannig að ég held að hann þurfa að einbeita sér gríðarlega mikið að þessu rotate-hlutur með vappan, halda miðjunni, mjög krúsjál partur og eiginlega ómögulegt að halda honum. Þannig að þetta verður áhugavert svona reypitók sem er að fara að eiga sér stað strax í T-setinu hjá Kano. Já, ég er spenntur að sjá það. Ég held að þú hælatir, rétta spilara þarna
það er náttúrulega alltaf erfitt að hæla þetta einhvern þú ert með svona mikið á stjörnum og sörunum. Ég held að það sem gæti alveg spilað, skilur Dusty í hag hérna, er að bæði það sem þú lýsir með Pandas, svo ertu líka með Varkin, hún finnst mjög gaman að fara í þessa snembúnu fæta í hverri lotu. Hann var ekki, sko, mér fannst við sjá agaðri og hérna ekki alveg eins viðstöðulega sem Vark í síðasta leik, sem gæti verið þá bara eitthvað af því að vera komin inn í Dusty og þar líka kannski finnur hann öðruvísi hlutverk, kannski finnur hann meira hlutverk það að vera leiðtoginn og toga áfram þessa ungu spilara og bara peppa Pandas í 30 bombur og þannig. En ég, þú veist, hann verður erfiður held ég á Anubis, alveg eins og hann getur verið, en aftur við erum að horfa á Papo, við erum að horfa á Topaz, bara ef að leikurinn spilast eins og Nuke, þá vil ég fá bara auka 4 frökkamann, takk, skilur við, með hvað þið voru að gera í Nuke. Það var sigur. Já. Það er bara 100% það er bara sigur. Já. Bara auka 8 frökkana, skilur við, það bara, þannig að það er það sem ég er að horfa á. Þú veist, ég býst við því að Mótast heitur, og hann heitur í síðastu umferð, hann heitur núna, þannig að ég býst við því að hann geti alveg haldið því áfram og þá er það bara spurning, geta þessi leikmenn með honum bara aðeins skrúað upp í 11 og fellt þetta Dusty. Skrúa upp í 11, það er nákvæmlega þannig. Erum við að fara að sjá uppsetti og fara í þriðja mapp sem að er Mirage? Ég er alveg til í það, ég er mjög til í það. Ég elska 3 mapp, það er bara þannig. Herri, ég ætla... Er úrslitaleikurinn best of 5? Veit það ekki. Þurfum eiginlega bara að komast að því. Ég vona ógeðslega mikið að það sé best of 5. Við skulum tilkynna það bara á samfélagsmiðlum og í næstu útsending. Sko, best of 5 á sviði er eitthvað sko svona endurance test sem að bara ég fer alltaf aftur í háskólabíó það sem að fylgir KR Fylgir á móti BF eitthvað. Það var allavega eitthvað, ég man það allavega Hundi var öðru megin og fylgir með Bjarna, Þorstin F, Edison og það voru hinum megin. Já. Og þetta voru öll 5 möppin, þar voru 2 sem fóru í OT og fóru í sko 3-faldan OT held ég bæði og þetta var MR15 sko. Þeir fengu að sita alla seríuna, ég stóð alla seríuna, það var rosalegt. En við erum farin að stað, Tommy, það er leikur nummer 2 hérna, 1-0 Dusty í vil, þurfa 1 sigur til þess að tryggja sig í Laugardalshöllina 25. janúar. Kano þurfa að vinna öll þau möp sem boði eru eftir þetta til þess að koma sér á sama stað. Feikið inn á æð, 2 flush, þeir ætla að koma miðjuna með bombuna, Edison fremstir í broti fylkingar með bombuna á bakinu og það er Mozart að finna hér. Spottað. Nær út nokkur skotum, nær einum aðna, klæsið skot, en hvar er hjálpin? Þannig er hún, Papo komin í hjálpina, Rafle nær einum út, en bomban liggur á öruggum stað hér, Rufflu með Rafle. Og þá er bara Vargur og Þorsteinn F að finna. Þorsteinn F hins vegar komin upp á pitsu, klæsið skot þarna á hann. Og þá er Vargurinn einn eftir, komin í hettupissuna. Já. Hún var kalt. Hann var kaldur í síðasta leik, þannig að hann prófaði það ráð að skella sér í peysu og finnur hausinn. En næra hann að vinna þetta hérna 1-4. Það væri saga til næsta bæjar, Tommy. 3 að finna og þríhyrningsvörnin komin þarna inn í Faro og CT. Þetta er erfitt setup að brjóta niður, en ef einhver getur það, þá er það Vargur. Þá er það Vargur, finnur og spottar pressa, en býst ekki við því að þeir eru 3 þarna með allar mögulega línur. Og þetta var flókið púsl að leysa með ykkar upplýsingar. Þetta var gamla góða 4000 bita púslið sem er bara vatn. Já, hann hefði þurft að grísast á það að labba séti frá A og koma í bakið þarna á einhverjum og þess að það sko. Annað hefði verið ómögulegt. En Kano vinna fyrsta pistólið. Þeir eru konum með 3 af 3 pistólum eða ekki, er þetta verð? Held ég. Reyndar konvörtuð þeir ekki öðru rándur seinast, en líta út fyrir að vera líklegri núna. Það eru glokkur og 1 tekka á Edison að finna. Rotate frá Mozart, fyrsta rotate. Það er 2 hér, leitar að 3, en það er hjálpin sem að nær því fraggi og þá er 1 eftir, Rafle með glokku, smókaður út í lobbyinu. Þetta er ómögulegt. Það eru 4 leikmenn að hinum megin að
skjóta í gegnum þennan smók og á endanum finna kúluna frá Pappo, hausinn á Rafle og hann fellur 2-0 hér í lotum. Kano í vil. Gott conversion, en núna tekum við eitt af mikilvæga rándunum fyrir Kano. Ef þið vilja sigra sitt map pick, þá verða þær að konverta þessum lykilrándum og þetta er eitt af þeim. Pistolin eru bæði lykilránd, fyrsta kaupið og þetta er svona byrjunin sem þú vilt fá. Ef þú ert strax komin í 3-0 og spari næsta, þá ertu ansið þægilegur. Já, þá ertu svolítið þægilegur. Og þetta er bara sami checklisti, myndi ég segja, og var í núk. Halló, þetta er eitthvað. Já. Aggressíft play þarna og halda áfram með aggressíft play. Senda þarna Topaz út B, en Vargur, hann bara stallarólegur, heldur þessari línu og býður eftir manninum. Finnur hann og það er 2 manna yfirtala hérna fyrir Dusty. Já, segjum bara 1 manna yfirtala. Pressi gerir vel að finna Varg þarna. Þetta sem er nálægt, hann er mjög nálægt. Og það er verið að skunda af bíinu, þeir eru 2 til staða þar. Sjá Rafle þarna óheppinn að það í ranga áttina, en þeir gætu verið að lúra út Bjölubíð akkurat núna, ná meira að segja Mozart út og Pressi ansi bjartsýn þarna. Já, Pressi næstu búin að eiga geggja play þarna, hann alltaf tæmir M4 og þeir heyra það, skiptir yfir í AK-in og reynir að grípa þá með buxunum á hælunum, virkar ekki. Þorsteinn F klára þetta og já, lota 3 Dusty í vil. Og þetta er, sko, þeim tókst að haka í fyrstu 2 boxin, núna, það var að vinna pistolið og vinna round 2. Svo var það að vinna round 3 og setja það á spar. En það tókst ekki og það er þá spurning hvað svip það setur á restina af leiknum, en ná einu öðru kaupi, Mozart hins vegar þarf að grípa í gamla góða XM-in. Ég set samt ákveðið spurningamerki með þetta underhandflass út miðjuna hjá Pappo. Það heldur gróft. Já. Það var svona sko vanvirðingaplay. Já. Það var svolítið svona, hei, við erum að spila á Faceit og við lendum í leika sem við erum 200 average kíló yfir. Mozart gerir vel, nýtir XM-in hana, bankar dollarana og ja, setur Edison út úr lotunni, yfirtala núna fyrir Kano. Jútili hins vegar aðfara að klárast hérna Kano megin og ákvörðin tekin að fara af A-inu, skilja Varg einn eftir í miðjuna og ætla að splitta A-ið. Láta hann setja pressu á miðju og læsa niður rotateinn og hér kemur Jútilið. Þetta skapar frábært pláss fyrir Varg til að aðtafa sig þarna. Já, Vargur gæti fundið einn í rotateinu. Eða hvað, er hann að lappa í gegnum smók? Já. Hann er að því og þeir búa svo sannlega ekki við honum. Pandas og Þorsteinn hæja bara á, bíða eftir því að Kraken, Vargurinn komin í play, en finna Varginn þarna, en Pandas með snöggt fragg tilbaka, en 3-2 akkurat núna, rótitið að koma ekki inn vatnið, báðir inn á sætinu, eiga ekki alobíð og þurfa eitthvað tilbaka, en þarna er Mozart ekki með rétta línu. Nei, gerir ekki nógu vel þarna. Þetta var alveg must win, en Pressi stígur upp, finnur Þorsteinn F, finnur upplýsingarna líka Topaz hvar Pandas er og hann endar fellur, Pressi með 2 fellur hérna til þess að loka þessari lotu, koma Kano í 3-1 og setja Dusty menn í spar. Skítið hérna hjá Pandas, hann var mjög ósáttur með sig. Já, þetta er allavega léleg kaup, þetta er ekki alveg spar, geta keypt, en léleg kaup. Tekkur, mökkur, AK-ar. Ég meina, þú veist, myndir ekki vilja sjá hérna bara eitthvað hálfkaupsránd út úr Dusty og svo bara full kaup í næsta rándi. Jú, ég myndi vilja... Bara tekkur og armor, skilur þeir eru alveg nógu góðir á því, þeir þurfa ekkert scout og galíl, skilur eða þeir ákveða að taka hrattplay 1 ránd. Ég væri til í alvöru temporánd, bara hendi einhverju virkilega hröðu og svipaðu gerðu í núk. Það sem þeir sendu Pandas á rampin og fóru síðan 4 inn, bara eitthvað alvöru temporánd og sláða aðeins út á laginu. Já, sérstaklega með mökkur eða eitthvað álíka, en þeir ákveða að kaupa þarna Galil og Akawa og 1 skátt á Rafle. Já, ég meina það er engin vappi til staðar á Mozart, þannig að þeir eru allan með advantage á reynsið á því vopni, en þeir þurfa að
búið sér til eitthvað fallegt hér. Fengu í rauninni bara gefins þetta ránd sem þeir keiftu með þessu advantage sem að Papo gaf þeim strax í byrjun. Já. Og Vargur náttúrulega með gott line-up að halda bílabínu. Ég meina, þeir allan að nýta tíman, þú veist, hrósa þeim fyrir að taka leiklið hérna, ræða málin út sín á milli áður en þeir fara inn í þessa lotu, af því að það er alltaf hægt við það að þú farir inn í eitthvað svona, þú veist, ekki full kauplótu og fólk taka henni ekki alveg alvarlega. Já. Það fer og leitar einhverjum fætum sem það á ekki að leita. Þannig að ef þú ætlar að spila þessa lotu vel, þú er geggjað að taka timeout og bara, hey, strákar, muniði planið. Þú ætlar að fara hingað, þú ætlar að gera þetta. Þú ætlar að fara hingað, þú ætlar að gera þetta. Ekkert rugl. Smókur hérna strax lörksmókur út bíð. Geggjur tímasetning á sem molla og Edison brennur. Pressi takkaði niður í 4 hér en heldur lífi, það er það sem er gríðarlega mikilvægt. Þeir vita ekki hversu lág pressi er. Gæti verið takkaði niður í 30 sem það er allt í lagi en er með gott advantage hérna. Kallar maður ekki alltaf bara, hann er 1 HP eða þú ert búin að skjóta hann einu sinni. Það er ekki standardinn. Það er bandaríska leiðin. Hann er lár! 7 glokkuskotum setna. Já, lit. Panda sinna, parkerar í A-lobby þegar þessi smóku feitar á mögulega línu á ruflu. Papo er komin nálagt hann á smók eftir sem að tefur aukalega 20 sekundur. Og já, allar að taka ákvörðun að brjóta hennar smók þóst náttúrulega heldur á grensu. Sérðu hvað Kano liggja aftalega? Já, þetta er aðeins of aftalega. Þeir eru hrættir að fá leikmann í bakið. Hérna brjótaði smókin. Ruflu fyrir aftan súluna. Flasti kemur nær hérna 2 snirtilegum. Einn í miðjunni hins vegar og Papo þarf að ná honum með krakker nær frakkinu. Og þá er 2 á móti 3. Vargur komin í miðjuna í off-angle og þetta er það sem hann gerir best. Geta ætt inn á bíð. Það er frítt plant. Og pressi, hann á ekki HP til að kljást við á mikið. Þessi lota, ef hún fellur Dusty vil, er bara á bakinu af Vargnum, finnur 3 þarna, eða 2 þarna í miðjunni og bara gerir þetta ránd mögulegt. Mólin í tengið, vita enginn er þar, en þeir eru búin að splitta sér hérna snirtilega upp og er að leita að einhverju til að gera rándið auðveldara fyrir þá. Hins vegar, það er 1 molli á Topaz, geta nýtt hann, en þeir molla Faro. Hérna er rífrækið ekki gott og Vargur, hann er með 4K til að loka þessu rándi. Stígur upp þegar þurfa hann hettupilsan að hita hann. Já, veistu þið, sko, ég heyri í honum segja við sjálfan sig, var einhver að kalla mig gamlan? Gleymið þessu. Sýnum þessu krökkum hvernig átt að gera það. Fæ sér M&M og íþróttanammið. Já, ég myndi nú frekar vilja sjá það með epli. Eða banana eða... En þú veist, ég get ekki verið eitthvað að predika eitthvað heilsuráð hérna yfir Varginum. Maðurinn er jacked, sko. Hann er duglegur í ræktinni. Hann er eiginlega bara tanned. Já. Þá eru gömlu ráðin frá gilstaranum í gamla daga. Ef þú vilt verða massaðir þá þarf að byrja að vera brút. Já. Sjá Dusty hérna á móti hálfkaupi frá Kano, sigla svona þokkalega auðvitað í gegnum þetta. Papo búinn að finna pandas en ekkert annað búið að koma á borðið hjá Kano í þessari lotu. 3-3 og já, það virðist aðeins vera kveikna á Dusty aftur. Kano sko alltaf bara gátt ekkert gert í þessu rándið af því að þið byggust ekki við Varginum hana. Nei. Og Vargur er alltaf í miðjunni. Alltaf í miðjunni. Það verður kallað hérðan frá. Og þetta setur þetta náttúrulega líka sko, við ekki vanmeta sko áhrifin sem þetta hefur á Kano andlega. Já. Þú veist, eins og þú sagðir, þeir eru að sitja mjög aftarlega, þeir eru hrættir við að fá fólk í baki. Ef þú byrjar að hika í að gera play af því að þú vilt ekki setja upp opnanir, að þá missir þú líka bara möguleikan af því að gera þessi play. Grensan er góð og hérna einhver nate-komboði sem að við sjáum yfirleitt frá Varginum. Það er lörksmókurinn, Grensan og molli á súluna. Vargur býst auðvitað ekki við því að hann er að labba beint fram hjá 4 á pistlu en Mozart og Topaz finna sikkotn og það er 5-3 hérna. Gerlegt ránd hjá Kano, spurning hvað er ákveða, hvort er ákveða að fara já, bara og berjast með þessar byssur eða hvort er ákveða að halda þeim bara.
Mér myndi bræða þegar að ég myndi snúa mig við og 3 görur að horfa á mig sko. Já. Býst ekki við því, raflegarna hlaða en það kemur ekki að sög, Felli Tópas, Pandas á sama tíma, já, bara gerir sitt. Pandas nú vera virkilega öflugur þarna í þessum multikillum. Já. Öflugur í multikillunum og líka bara þegar hann þarf að stíga upp og liðans þarf hann, þá bara gerir hann það. Stakri snilt, Mozart ætlar að halda þessum AK, heyri í raflegarna í miðunni, Þorsteinn að fikar sig áfram þarna. Steppa og einhvern veginn vinnur þennan fight. Mozart byrjar að skjóta á undan en kúluna bara ekki að rata á réttan stað. 4-3, Dusty komnir yfir. Sko, T-sided map, er það ekki? Er það búið að breytast? Menn vilja meina það allavega. Já, veist, það er allan að síðast ég skoði tölfræðina, T-sided map. Þannig að það er kannski ekki að koma okkur á óvart að Dusty sé að finna einhvern árangur hérna á tilliðinni. En Nakano þurfa núna að sýna okkur að þeir séu með einhver svör þegar við komin á þetta stigaleik. Þeir unnu pistolið, þeir unnu round 2, svo töpuðu þeir, svo unnu þeir, en svo hefur ekki gengið núna 3 lótur í röð hjá þeim og það þarf að skila annarri lótu hérna til þess að Dusty bara ofpeppist ekki og hlaupi gegn. Algjörlega, það er mid-take hérna, þeir eru komnir, búin að íta sér alveg inn í double doors og það er enga vörn að finna í rauninni. Þá snúa þeir spjótum sínum að tenginu. Presti, glæsilegt skot hjá Pandas. Tópas, já þarf 2 hér en nær einungis einum. Og Papo kom rótetinu jarðaður. Pandas er bara á eldi og allir sjensar sem að Kano eiga inn í rondin, þeir eru bara slöktir um leið. Mozart með vappa í höndunum en hann hefur ekki skotið einu skoti fyrirgefðu í þessu rondi. Ég meina, það er bara valla hans, ég er búinn að fá tækifæri til að fá línu og Marokko í bak hjá honum og já, greinilegt að einhver er að spila á 4-3 stretched. Já. Svo tók ekki eftir leikmannum þarna. En bara eins og þú segir, þetta var klínist rond hjá Dusty og Pandas bara algjörlega frábær í þessum entryum. Já. Hvað setur hann á skorborðinu? Efstur, aftur. Sjóðheitur. Já, þetta er bara frábær leikmaður. Heitur. Þarf ekki að fara á tenni til að hita í sér. Nei, það er ekki að fara í peysu. Nokkra grenur hérna í bjólobby. Eddersen tekur pressa út. Pandas finnur Mozart en Papo búinn að finna einn. Finnur hann annan? Nei. Þorsteinn F tekur hann út og það er þá Ruflu á móti 4. Með 5-7 í höndunum inn í A-lobbyinu, vita að þetta er A-leikmaðurinn. Kemur flassið sem að ætti að halda honum bara örlítið lengur með þess að inn í þessu blessaða lobby en plantið ætti að koma örugglega hér inn á B-sætinu og þar með nánast tryggja þetta 7. round hjá þeim. En þurfa víst að ná hérna fyrst á terspól. Já, það er bara verið að taka sinn tíma. Ruflu veitur ekkert hvað er í gangi. Bara er okkur bombar ekki búin að fara niður. Hann er að leita sér að einhvern tækifærum, spurning hvort hann komi Dusty munum á óvörum hérna með að horfa niður í vatnið. Það verið að fylgjast með þessum AK. En hann ígir sig í hann. Já. Skemmtilegt þarna hjá Ruflu. Skjóti gegnum gluggan. En Rafle honum ofjarl og klárar þetta. 7. roundið komið í hús og technical pause. Já. Það er tæknileg. Já, Tópas ekki inn á server. Það er verra. Sko, núna gæti ég verið að ruggla roundum saman. En var það ekki, það var í síðasta roundi það sem að, hvað var það ekki, Papo? Nei, hver var það sem kíkir út Turbo í vatnið? Já, út Turbo. Electric, hérna, fyrir þá sem að heima vita og heima sitja og vita ekki hérna elítukólótin, sko. Það er Electric. Hann heyrir 2 droppa, þú veist, af brúnni. Já. Og ákveður samt að swingi þá. Mér finnst það svo skrítin ákvörðun. Já. Þú veist, þú ert með annan leikmann með þér inn á B, þú getur stöffað út Turbo og tafið á. Þú ert búin að heyra 2 droppa og þeir eru ekki búin að hafa tíma til að komast aftur í stigan með að swinga, þannig að þú veist að þú ert að swingin í 2.
það besta sem þú getur gert að ná þeim báðum, en í 90% tilvika þá ertu bara að fara að ná einum. Já. Og ef það eru einhverjir fleiri liðsökar þarna, þá ertu bara búin að opna entry-inn á sæt fyrir þá. Einmitt. Mér fannst það svona aðeins fljótfær ákvörðun. Já. Fara í þann fætt. Vissulega, og það eitthvað sem að þeir þurfa að pússa út úr leikstílum sínum. Þeir eru náttúrulega ennþá reiða sig gríðarlega mikið á þessi einstaklingsframtök, en við sjáum svona birta örlítið til í nokkum rándum. Það er erfitt að berja úr leikmönnum þessi einstaklingsframtök og þessi hetjuskapi sem við erum alltaf að sjá. Já, þegar þú útskrifaðist úr því að spila einstaklingsleik á Faceit yfir í að spila liðaleik í mótum, að þá er það bara erfitt að komast yfir slæma ávana og þess vegna hef ég alltaf sagt að það gerir engum gott að vera bara, þú veist, endalaust að grænda venjulega leiki. Já. Það bara styrkir frekar slæma ávana heldur en annað, því að það eru aðri hluti sem þú verðlaunaðir fyrir á Faceit heldur en í skrimmum eða í official leikjum. Það er nákvæmlega þannig. Það er svona bottomfragga ég alltaf í liðsspilum. Já, það er þess vegna sem að ég er ömurlegur þegar ég keppi. Já. En ég er alltaf rosalega góður í öllu öðru, Tommi minn. Skal það ekki fletta upp stöttunum mínum samt, bara treystu mér þegar ég segi þeirra. Ég er bara miðlungsleikmaður eins og allt sem ég geri. Miðlungsleikmaður, eitthvað annað. Nei, ég segir svo. Já, að spurningana. Hvaða fleiri svona eðalsteina myndum við geta séð sem nikk eða viðurnefni á leiknum? Já, hann hlaði demantur. Já. Það er eitt nikk. Oh my god, Pappo algjörlega étin á miðjuna Edison. Og þetta aggression hjá Pappo er ekki búið að vera að skila sér vel hérna fyrir Kano og allt í einu að þá er það, já, hver er það? Rufflu sem er bara fastur einn inn á A og þarf að gera allt hérna. Rufflu á móti heiminum, nær einum, en það er eiginlega bara ekki hægt að biðja hann að gera meira þarna, hann er alveg einangraður. Bara algjörlega aleinn og með leikmenn að streyma inn frá báðum hliðum og þetta er bara spar, það er bara þannig. Rafle gerir vel, lokar rótiðunum frá B og crossinn frá miðjunni, finnur þar eitt fragg og það er bara nóg til þess að slökkva í þessu þegar pressin fellur og engin Pappo og engin Rufflu eftir. Tópas með þess að taka niður af vappanum hans í... Já, leggaður. Já, þetta er slæm staða sem að Kano eru í akkurat núna. Þorsteinn jarðar hérna 2 sem ætlaði að spara byssuna. Þorsteinn er að pre-aima þetta angul þegar hann svingar þetta. Finals er best of 3, við erum að fá það í eyrað bara svona fyrir áhorfendur sem er í heima. Best of 5. Það make a sense af því að það eru fleiri viðburðir yfir hann dag í höllinni en ekki bara CS. Ef þú ert að fara að taka best of 5 þá mátt alveg búast við 6 klukkutímum, þú veist, þú þarft alveg að taka 6 klukkutíma frá fyrir það. Og það er stór biti fyrir marga og getur líka verið bara erfitt fyrir fólk að mæta og vera þarna í 6 klukkutíma. En að koma og vera þarna í 2-3 tíma og hérna gæða sér náttúrulega góðu nammi og góðu gósi og hvetja liðið ykkar áfram, það er alveg hægt. Þið vita bara 100% hvað þeir eru að gera því þeir eru að fara svo fljótt inn í þessi angles án þess að hafa í rauninni eitthvað jútil á bakviða. Þetta er sem glæsilegt. 2 Oh my, hvað? Þetta skot á Rufflu? Já, hann er bara... Það er sturlað. Á eldi. Það sé nú ekki oft bros á Edison, þarna sá ég smá glott. Sko, hann var ekki mennskur ef hann myndi ekki glotta eftir að hafa hent 2 kúlum inn í smókin og fundið haus. Pressi, hann er að fara að taka mútið 3 með Diglu í höndunum, þar á meðal Þorsteinn F. Þetta þyrfti að vera eitthvað happy momentina hjá Pressa ef það á að vera eitthvað úr þessu. Rafle finnur hann snögglega en Panda spellir núna hérna fyrir Mozart. Mozart, fyrir fljótt aftur í angulið með Diglun á vopni en það gerir ekki neitt fyrir hann. Pappo þá 1 eftir hérna á móti 3. Þú sérð hvað þeir eiga mikla fastegn í hausnum á honum með þessi backstab. Hann byrjar strax að reyna að klíra miðjuna. Finnur 1 en það er ekki nóg. Dusty 8, Kano 3 þegar við siglum inn í síðustu lótuna í þessum hálfleik. 8-3 byrjaði vel fyrir Kano en hafa ekki náð að setja punktin yfir í þessum mikilvæga rondum til að gera peningin
erfiðan fyrir Dusty. Fjárhagurinn frábær, Rafli á $14.900. Það keypti frábæra vél fyrir það. Já. Jafnvel flugvél. Bara ímyndaður og hefur keypt Trump coin. Það er hvað þenga? Það er því. Það var einhver sem að tók $800 og hendið í sko $360,000 á 15 mínútum. Já, það er eitthvað. Það er ágætt. Þeir eru búin að reyna allt nema að lappa miður. Pressi, hann finnur 2 úr vatninu og loksins er árásargirnin að skila einhverju góðu hérna fyrir Kano. Pappo ætlar að halda því áfram en Rafli sér við honum þarna og skýtur hann í eyrað. Þorsteinn. Klúður hérna mólanum. Þetta var Móli. Geggju grensa. Smóka sig hann bara út. Sjálfa sig. Það er ekki fara þarna inn. Pandas nær ruflu. A-sætið er opið. Bara gal opið. Þetta spray hjá Pressa, næstuði búið að tengja. Pandas og Þorsteinn eru lágir. Og það er þá bara Rafli sem er að leita einhverjum seinum að rótita en finnur ekki neitt. Og það er á spurning hvort hann kalli á tilbaka. Já. Þeir hafa svolítið verið að gera nákvæmlega þetta. Og núna er Rafli með allar upplýsingarnar í heiminum. Hann er að klíra B-slætin hægt og rólega og við sjáum Dusty menn byrjaða að lappa tilbaka. Og þeir ætti að búast við því að það sé enginn inn í Turbo. Þeir vita þetta. Þeir fá sætin algjörlega gefins og Kano menn, þeim lítur að líða svona smá óþægilega akkurat núna. Já, það er nákvæmlega það sem er að gerast akkurat núna. Þeir ná plantinu niður fyrir CT. Rafli í þægilegri stöðu þar. Gæti sést í hann hér? Nei, og þeir hlaupa frá fram hjá honum með hnífinn á lofti. Finnur Tópas þarna, búinn að finna 2, Rafli tekur allt. Finnur alla 3 með þessari stöðu djúpt inn á CT. Og 9-3 er enda niðurstaðan algjörlega frábærlega spilað út úr þessu rándi hjá Dusty í erfiðri stöðu þarna með 2 leikmenn lága í vatninu en bara gera þetta frábærlega. Byrja að hlaupa í áttina A, senda Rafli inn, klíra B og pivota síðan tilbaka. Droppa 2 dual barettas á Pandas og Rafli. Spurning hvert er alltaf að fara? Alltaf frá A-ið? Það er alveg líklegt. Þetta var ránd sem þeir átt að vinna. Þetta var ránd sem að hefði farið Kano megin með engu overrótiti. Þeir eru alveg örugglega aðeins að sparka í sig akkurat núna fyrir að hafa ekki tekið þessa. Pandas með 2 en Pressi með fraggið og Vargur kemur inn með plassi. Hann er alveg rústað þarna en það eru 2 í bak. 2 Heyrðu þeir í þeim báðum? Já, þeir spottuðu á báða og þeir eru að Dusty þeir eru að hlaupa yfir á hinsætin. En Dusty fljótir að fylgja á eftir þarna. Þeir eru hrættir við miðjuna, einhver gæti mögulega verið þar sem að kaupir smá tíma hérna í rítekinu. Það er nefnilega ástæðan fyrir þeir hrættir og því að það er það sem þeir myndu gera. Já. Það er bara nákvæmlega það sem þeir myndu gera. En ekkert util, ekkert kit á þeim akkurat núna, þannig að þeir þurfa bara að finna frökkin hér. Báðir í lobbyinu hins vegar, þannig að þeir fá straight up fæta hérna. Takk. Gæti við allt glæsilegt skotana hjá Ruflu og vita enginn er á bombun akkurat núna. Edison býður eftir að fá eitthvað en pika bara báðir í hann. Já, Easy. Bara vel spilað. Og Kano bara búin að vera eldi í pislum. Já, þeir eru búin að vinna 4 af 4. Ekki búin að konverta alltaf en þú getur bankað á að þeir ná pisturondinu. Já. Og ég verð að segja, þú veist, mér fannst þetta skemmtilega að spila. Þeir planta þarna sko á CT-plantinu sem að vekur upp spurningar hvar þeir eru að spila postplantið. Já. Ef þeir planta default sko B-main þá er svo auðvelt að kalla, hei, þeir fóru örugglega út B-main. En þessi staður sem er ákveð að setja bombuna, þá gætu þeir hafa farið inn í Faro, þeir gætu að verða að bíða einhvers staðar CT spawn. Þetta setur fleiri spurningar í hausinn á Dusty-mönnum sem þeir þurfa að svara á meðan þeir eru í rítekinu. Diglur og Force hérna á Dusty ná einum og gott trade hér. Vargur ennþá lifandi hérna í Heaven með Digluna sína og skot á Tópas. Dusty sko í yfirtölu hérna þó þessu vopnum búnir ekki búið. Ekki með kit samt. Jú, þeir eru með kit á Rafli. Afsakið.
sérstaklega ef að Rufflu ætlar að svinga þarna inn í 3, kannski býst ekki við þeim 3 þarna, en núna eru þeir bara 2 eftir, en Edison, hann tekur óvart út Rafle og þá er það bara Mozart og hann fellur Þorsteinn F með headshotið á skátinum og Deffið kemur inn, Lota 2, þetta Akkillesarhæll Kano hérna, hann lendi tvisvar í þessum 2 leikjum að tapa Lota 2. Það sárt að tapa þessari lotu. Dusty núna komnu með frábært tækifæri til að loka þessu bara hérna í næstu 2 rándum og komast í 12. Þetta kaup sem að Kano með akkurat núna, það deglur, tekkur, nóg af utili svo sem til að gera eitthvað early, fullt af mollum, getur kveikt í heilu sæti. Minnst vera að fara í miðjuna, nokkrir allavega, ef ekki 3. Alltaf grensaði inn. Vargur í miðjuna, Jiggle. Þessi grensa, það búin að lesa þetta. Það að bakka, Þorsteinn F með AK-un sinn að reyna að fá fætina í stigan. Vargur hleypuðum bara inn í þristinn. Þeir ekki farnir alveg strax. Eftir að finna Pandas á galið þarna. Vargur að fara í bakið á þeim. Nær þetta fyrsta, nær þetta öðrum. Ennþá eitt í miðjunni hins vegar. Og Rafle með Mozart, þá Rufflu 1 eftir. Steikar þarna reloadið. Karikið sér AK en 2 að finna. Þessi tímasetning hana í gegnum smókinni og Varg algjörlega ruggluð. Og annars smókur hérna takka á Rufflu líka. Molli í stigan, krakken eins og kemur sér fyrir aftan hana smók, hliðin á þessu smók. 45 sekundur, Rufflu hefur nægan tíma til að aðtafa sig og hann á ennþá 1 flass, en það var verið að rísmóka þarna inn. Það var verið að hvetja hann til að fara bara í gegnum hennar smók. Vargur að tjekka á sítspónunu og hérna kemur undirhandið. Staurblindur Rafle, nær staurblindum Rufflu. Já, það oft þannig að ef þú ert búin að stilla hvar þú ætlar að skjóta, þá skiptir ekki máli hvort þessi flassaður ekki, þú ýttir bara á vinstri músatakan. 11-4 og hér erfitt að kalla. 11-4 þýðir að þeir eru annarkvort að fara að spara fyrir jafntefli eða reyna að kaupa til að sigra og það lítur ekki vel út fyrir Kano akkurat núna. Nei, og tala nú ef þú ætlar að spila upp á jafntefli, þá ertu að spila upp á það að þú ert að fara að vinna 8 lotur í röð. Já. Þeir eru bara búin að finna 4 í 16 lotum. Og það ansi erfitt, en þeir reyna það samt sem áður og það fellur hratt, frábært skot þarna frá Varginum. Hann bara að leika sér á deglunni á miðjunni, samt með M4. Presti 1 eftir. Þetta Vargur ekki að reloada M4 sinn, heldur fara í deglufætin í staðinn. Það 12-4, það map og match point og Dusty 1 lotu frá því að tryggja sér sæti upp á sviðinu í Laugardalshöllinni. Ég get ekki beðið, Tómi. Það verður geggjað að fá loksins að fylgjast með leikmönnunum upp á sviði, að svitna undir ljósunum. Ég hlakka líka til að heyra afsakanirnar. Minnið á þessum tölvum sem ég var á að vera ekki alveg nógu hratt. Það var hérna glampið af borðinu. Alltaf gott að heyra þetta líka, sko. Já, það er alltaf skemmtilegt. Krátið var með svo mikinn hávaða. Creative, sko. Já, ég vil fá það. Það verður að vera kvörtun. Allir þeir sem heima sitja og eru að horfa hérna akkurat núna. Ég vil kvörtun frá leikmönnum það að krátið hafi haft mikinn hávaða. Já. Ég vil fá alvöru svona svindlmoment þar sem fólk svona hrista krosserinn í gegnum smók og krátið alveg Það er alltaf klassískt. Já, þetta ef þú ætlar að meika það á stóra sviðinu, þá þetta kunna svona trikk, Tómi minn. Já, það er nefnilega nákvæmlega það. Við hvetjum ekki til neins konar svindls, en það væri gaman ef að 70 manns getur haft það hátt. Já, aðeins og öskra. Já. Þú veist, líka bara, Mín helsta gagnrýni, og núna vona ég að enginn taki þessu persónulega, á sko CS á Íslandi, það að stundum eru við aðeins og cool fyrir okkur. Skilur við?
Já. Þú veist, stundum eru svona, þetta íslensku síðast, þú veist, eitthvað. En ímyndaður ef við myndum, þú veist, koma fram í íslenskan fótbolta þannig. Þú veist, íslenskan fótbolti ekkert eitthvað super high caliber fótbolti, skilurðu. En það samt 700 manns á vellinum alla daga að algjörlega öskra lungun úr sér fyrir liðið sitt. Þannig að ég vil sjá það á laugardaginn. Hvað var þetta? What? Og Edison að loka þessu hinum megin. Einu manni færri en Rafli nær samt sem áður pressa og þá er bara Mozart eftir að finna og með þessu fraggi Vargur búinn að tryggja farmiðan upp á svið í Laugardalshöllinni og það er 13-4 og þetta köllum við bust. Já, þetta er bara þess að við köllum bust. Já. Mappið spilaði bara gríðarlega vel inn í styrkleika Dusty, myndi ég segja. Þeir náðu að nýta sér þá styrkleika. Pandas var aftur frábær. Þú veist, ég bara gef honum MVP aftur. Já. Mér fannst hann bara, þú veist, og bara gef honum MVP seríunar. Hann var bara á eldi í kvöld. Hann var efstur á skortbortinu þarna á tímabili. Hann er alltaf að skila þessu multikills. Bara, þú veist, ég vil fá starta, ef við værum með sko einhvern startgæja sem væri sveittur inn í kompu akkurat núna, þá myndi ég vilja fá upp á skjáinn miðað við alla aðra hversu mörg multikills fleiri er Pandas með. Mér finnst hann alltaf bara, ef hann fær fellu í lotu, þá er það 2 eða fleiri. Já, það er yfirgnefandi líkur á allavega. Hann átti frábæra seríu og já, við fáum stundum svona Pandasleik og þegar hann er svona góður þá einhvern veginn er hann púslið sem að liðið þarf einhvern veginn alltaf til að þetta er svona quality leikmaður. Já. Þetta er svona alltaf ógeðslega gott að hafa og ef hann poppar off þá er þetta yfirleitt sigur. En við eigum allan að bracketinni svo hann hefur spilast hérna út Dusty, búin að fara í gegnum Fylki, núna Kano og já, við fáum að vita á fimmtudaginn núna, eftir 2 daga, hvaða lið er að fara að mæta Dusty í úrslitum. Er það Saga revamped með örlítið sterkara line-up að mínu mati eða verður það Vega sem að hefur gefið Dusty anskoti góðan leik í ennum tíðina allavega á senasta tímabili, þannig að það verður mjög gaman að sjá. Sjúklega spenntur fyrir þessu. Við vitum annað lið sem er að fara að vera á sviðinu. Ég held að það sé koma inn sem hæsta sítið, þannig að það er smá þægilegt að hafa auka 2 daga til að undirbúa sig fyrir sviðið. Já. Og ég vona að Dusty menn sé að taka því alvarlega að undirbúa sig fyrir sviðið og leikmenn þarna inni sem hafa spilað upp á þessu sviði, Þorsteinn F og Edison, ættu núna að vera röddin í liðinu sínu sem segir, hei strákar, ég veit að það er bara svona maður er svona, no big deal, skilur þú veist, ég er að spila á sviði, þetta er alltaf góð allt það, hei, þetta getur komið aðeins aftan að manni, þú veist, þetta er alveg svona lúmst stressandi, skulum aðeins bara sjá fyrir okkur hvernig það mun fara, ræða þetta aðeins inn í liðinu, sjá hvort þú getur fundið einhverja leiði til þess að díla við stressið, að pressan byrjar að keyra aðeins og mikið á okkur, bara lærum eina einfalda undrunaræfingu eða eitthvað, skilur og svo bara mæta sterkir til leiks. En hvaða lið mætið þeim komast að því á fimmtudaginn og ég býst við hörku 3 mappa rimmu á sviðinu. Það er nákvæmlega það sem við viljum og já, við erum búin að horfa á Dusty tryggja sér farmiða núna upp á svið í Laugardalshöllinni enn og aftur spilað á laugardaginn en við komumst að því hvaða lið mæti þeim upp á sviði. Það er Vega á móti Saga á fimmtudaginn eftir 2 daga, ekki missa af því. Takk fyrir okkur.